eldhúsborðinu á miðvikudagskvöldi. Það margt efni hérna framundan. Í lok þáttarins að þá kemur, við getum sagt eiginlega góðkunningi þáttarins, Einar Már Jónsson, sem við höfum oft talað frönsk stjórnmál í gegnum Zoom, en hann kemur hérna í Holdinu eins og sagt og talar við Oddnýju Eir Ævarsdóttur. Gaman að tala við hann. Já, mér finnst nú alltaf gaman að tala við Einar Má, og það sem ég sé eiginlega mest eftir, ég bjó í París í nokkur ár og ég vissi af Einari Má og maður bara svo mikla virðingu fyrir honum og hérna, ég hefði lesið bækurnar hans og þýðingarnar hans en ég þorði ekkert að setja mig í samband við hann. Fast að þá myndi maður vera truflan. Ég sé tóldi eftir því svona, af því að það hefði verið einhvern veginn... Og svo lífið svo gott að hann bara kemur hingað. Lífið sér vel þig. Jú, þakka þér fyrir. En hann svona opnar fyrir mann dálítið franskan veruleika, ekki bara svona menntaheiminn heldur pólitíkina og svo líka bara mjög gaman að ganga með honum Parísarborg og hérna, að hann svo fróður og hérna, mikill svona kennar í sér líka og setur hlutin í samhengi. Á þess að við séum kannski að vera að mæla með því að fólk sem á leið París ringja bjöllunni á honum og biðja hann að labba með sér. Hann ekki alveg í þeim bransa. Nei, ekki í þeim bransa, nei. En hann hérna einn besti greinandinn á svona þeim tímabili sem við erum að ganga í gegnum, nýfrjálshyggjuna. Þið munum vonandi tala það eitthvað. Já, við ætluðum að tala, ég ætla bara að spyrja hann svona stöðuna og hérna það ekkert að frétta, maður hefur ekkert fengið neina fréttir frá Frakklandi eftir kosningarnar og spyrja hann bara smá stöðutékk og svo finnst mér alveg líklegt að maður reyna að fá aðeins stöðutékk á hérna afbyggingunni á nýfrjálshyggjunni eða hvernig gengur að snúa þessari óheilla þróun við og hann þar eiginlega alveg fremstur í flokki svona að bara greina og sjá í heild til nýfrjálshyggjuna. Og Macron kannski svona eitt augljósasta dæmi svona afkvæmi nýfrjálshyggjunnar. Já, sem þykist samt alltaf verið eitthvað annað. Útvörnum stjórnmálana og einmitt að þykjast það verið eitthvað annað. Það verið gaman að hlusta á þetta. Hérna, bróðir minn Sigurður Magnús kemur hérna eftir og við erum með þátt hérna á sunnudögum sem heita Synir Egils og við erum að búa til svona hjálegu hérna á miðvikudögum. Við ræðum aðeins pólitíkina og svo tekur Sigurjón viðtöl og hann ætlar að fær hérna mikla öldungadeild. Hrafn Magnússon og Þröstur Ólafsson koma hérna sem eru samanlagt eitthvað þungavíkt. Já, þetta ekki 170 ára samanlagt og passa vel við Einar Már sem líka svona maður við komin aldur. Já, þetta náttúrulega bara mikilvægt að fá fólk sem hefur þetta hefur allan hennan tíma í sér og hefur verið greinandi í svona mörg ár. Þannig að fyrir okkur hinn sem lifum bara í hérna frá einni færslu til annarar þá svolítið mikilvægt að reyna að fá stærra samhengi svona. Þau sem hlusta mikið við rauðaborðið vita það að ég sæki svolítið eftir því að tala við fólk svona sem komið. Ég hef trú á því að þegar fólk komið svona aðeins á efri ár og hætt kannski svona einhverju bægslagangi í samfélaginu að það fái svona bæði hefur reynslun og yfirsýnina eða reynsluna og þú getur haft yfirsýnina en það skiptir máli svona af hvaða rauk þú horfir yfir Ef þú ert að horfa af einhverjum ófriðar rauk og svona þá sérðu náttúrulega ekkert skemmtilegt samhengi. Það misjafnt hvernig ófriðar rauk svona. Þá getur þú séð einhver átök og svo náttúrulega eru sumir sem eru bara fastir í því að reyna að endurskrifa söguna til þess að hefja upp eigin vegferð. Já, vil maður ekki svona þessir sínjórar eða svona þessir hérna öldungarnir þeir og þær það séu svona aðeins einmitt yfir búin að hefja sig yfir einhver svona eigin hagsmuni. Séu ekki bara ónt, heldur líka væs. Já, af því það alveg til auðvitað gamalt og leiðinlegt fólk. Það auðvitað bara staðreynd eins og ungt og leiðinlegt fólk til og frekt gamalt fólk alveg til, Já. Við getum búið til langa lista yfir það hvað fólk getur verið ómögulegt. Við sleppum því. Herðu, Björn Þorláks, hann talaði fyrir í dag við hana Kristínu Hebu Gísladóttur sem forstöðukona Vörðu, rannsóknarseturs verkalýðsins sem ASÍ og BSRB sett á fót. Og ég ræddi við Stefán Ólafsson, sérfræðing á Eflingu í gær svona stöðu
almennings, svona lífskjara kreppuna, við erum í lífskjara kreppu. Það er bara verðbólgan og vextirnir að éta upp lífskjör. Og þau ætla að fara yfir svona sérstaklega stöðu láglauna kvenna sem að Varða hefur skoðað svolítið rækilega. Þannig að það er svona liður í því að við erum að reyna að ná einhvern veginn utan efnahagsmáli svona út frá bara stöðu venjulegs fólks. Ég mæli nú eiginlega með einmitt vefsíða Vörðu, stórmerkileg stofnun, rannsóknarstofnun. Þar er hægt að bara hlaða niður þessum skýrslum. Þetta eru nokkrar skýrslur sem þau hafa gert og þær eru allar mjög svona læsilegar og bara áhugavert að lesa þær. Stöðu láglaunafólks, bara út frá ýmsum svona sjónarhornum, Það er tölur sem að ég og Stefán vorum að leggja út frá í gær, eru til þess frá Vörðu. Það eru rannsóknir sem að Varða gerir með svona klassíska spurningar eins og áttu í erfiðleikum með að ná endum saman og eitthvað fleira. Og Stefán hafði sett þetta í samhengi við það sem að kemur út úr hagstofum í Evrópu. Því að málið er það að síðasta svona mæling á hagstofun á Íslandi var 2021. Þannig að hagstofan hefur ekki áhuga á þessu og það var náttúrulega mjög mikilvægt að Varða að sé þetta. En byrju, ég sá eitthvað línurit svona, ekki Ísland komið einmitt í eitthvað? Svona er í miðbyggið. Þannig að Varða að gera þetta í staðinn fyrir hagstofuna? Já. Þetta er bara klassísk spurning sem eru notaðar bara í svona rannsóknum út af allan heim og er mjög góð mæleining. Þú veist, ef þú ætti að spyrja hver er verðbólgan eða þú getur verið spurt meðallaun og eitthvað fleira, en þá er spurningin átti í erfiðleikum en láta enda ná saman. Hún er bæði mjög góð til þess að bera sama lífskjör almennings á Íslandi og í öðrum löndum, en hún er líka mjög góð til þess að bera sama lífskjör eftir svona ákveðnum tímabilum. Og það sem er svolítið svakalegt núna á Íslandi í dag er að þetta kom upp í 44% sem að segjast miklum erfiðleikum, nokkrum erfiðleikum og þarfnumtökutorum en á endur saman og það fór hæðst eitthvað rétt yfir 50% eftir hrun. Þannig að við erum bara komin ansinn nálægt því. Og á svona síðustu 2-3 árum hefur þetta vaxið, farið úr kannski 20%. Ofboðslega hratt, Já. Og ég held að skynji það nú mjög margir, sko. Já, ég held að hvað staðan er bara, og þess vegna óttast margir held í þennan vetur dálítið, ef það fer bara, horfir það fyrir veila fram úr líklega hruninu, sko. Já. Og þess vegna svo kostur þetta að heyra til að seðlabankastjóra segja að verðbólgan og vextirnir bara snert ekki venjuleg heimili. Það sem að tölur sína bara að lífskjara krísan er að éta sig upp eftir tekjustiganum. Og við erum að komast í ástand sem að, ég veit ekki, fólk sem að man eftir hrunsárin. Það sem að var eiginlega veik fjárhagsstaða almennings var bara það maður heyrði samfélagi nötra. Það er svolítið anstíkilega þetta tala þessi venjulegu heimili að því að það liggur að fela í sér að hin heimili sem ná ekki endur saman séu einhvern nátt afbrigðileg það sé bara eitthvað persónulega þar það er undirliggjandi. Það er grundvöldur efnahagstefnu stjórnvalda. Ef þú ert í fjárhagslegum erfiðleikum þá er eitthvað að þér. Það er ekkert að okkur. Það er ekkert að kerfinu. Þetta er anstíkilegt orðalag sem þessu möndrur sem að síðan hafa mjög mikil áhrif á börn sem fara að upplifa sig sem bara afbrigðileg og ekki hluti af þessu svona einhverju normi. Herðu, síðan kemur hún alltaf að tala við hana Eyju Margréti Jóhönnu Brynjarsdóttur sem er heimspekiprófessor hjónabandið. Hún er að halda fyrirlestur núna á morgun hugmyndir kvenna kannski fyrir og og eftir frönsku stjórnarbyltinguna hjónabandið. Það sem að það er skilgreindu hjónabandið sem fjötra fyrir konur eins og kannski konur gerir í dag og svona kannski hvernig það var gert og svona peningalegt sjónarmið og spurningar erfðir og eignarrétt og hvort að kona gæti orðið frjáls ef hún er ekki fjárhagslega sjálfstæð. En svo er náttúrulega hjónabandið er þannig að víðast heim að þá koma konur með nafn föðursins og taka nafn eiginmannsins. Þetta er náttúrulega lítur svo út eins og svona þrælasala, sko.
En hvað svona nýtt? Þetta nú eitthvað svona, finnst manni verið upp á borðum lengi svona, að hjónabandið sé kannski ekkert svona... En hún að skoða svona gamlan tíma. Já. Þess að upphafi nýaldar. Hvernig konur líta á hjónabandið, hver verið erfiðleikarnir, sumar vildu náttúrulega bara hafna því og segja að vera ónýtt stofnun og konur getur aldrei verið frjálsar í nábýli við karla. Talandi normið, þá náttúrulega samt hjónabandið hjá okkur einmitt ennþá normið. Hjónaband karls og konu þetta venjulega heimili, svona. Já, og það sem ég spyr hann úti líka, sem að mér finnst eiginlega að vera magnaðast að það barátta samkynhneigðs að fá hjónabandið sem að svona frá vissu sjónarhorni má alveg líta á sem svona kúgunartæki karlsins og konunni að þá það fólk sem af sama kyni að það vill viðhalda þessu og þá kannski hugmyndin að við getum endurnýjað hjónabandið einhvern veginn innan og þá næður spurningu að við erum endurnýjað það, á hverju erum við þá að viðhalda þessari stofnun ef við viljum ekki fá hana sem við fáum hann upp í hendunar, heldur gera eitthvað allt annað úr henni og ég var eiginlega að hugsa það að við ættum að tala miklu meira hjónaband og svona ýmis svona þætti hérna við rauðaborðið að gera meira því að tala eitthvað svona sem bara tilheyrir okkar veröld á þess að vera einhvern veginn með einhverja línur hvert við ættum að fara með það. Já, bara vera meðvituð svona vakna að þetta eitthvað sem við erum kannski orðin bara blind átaldið, þetta bara hluti af okkar veruleika. Þú nefndir börn á tekjulegri heimilum. Það var líka gaman að tala til dæmis bara foreldrahlutverkið. Fá fólk kannski sem er 30 og 50 og 70 til þess að tala það hvert hlutverk foreldra í lífi barnanna. Það spennandi vetur hérna hjá okkur. Margt að ræða. Þetta prógrammið hjá okkur í kvöld en áður en að við Sigurjón bróðir minn kemur hingað og við ræðum pólitíkina þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til efni bæði megin myndavélarinnar og hinum megin. Í þættinum í kvöld að þá Oddný Eir með efni og Björn Þorláks og þau sem að taka upp eru bæði Laufey Ólafsdóttir og Pétur Fjölsteð sem send út. En það sem býr til fjölmiðlun úr þessu eru þið sem að hlustið og horfið. Þið búið til þennan galdur og þið getið tekið verið virkir þáttakendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni hér sem ykkur líkar. Þannig hefur dreifikerfi samstöðurinnar byggst upp. Þið getið sagt frá því að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum. Í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu sem eiginlega svona sunnanvert Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp að litlu kaffistofu og út á Reykjanes tá. En þar fyrir utan má líka sækja útvarpssendingarnar á spilarann, það spilarinn.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðuna hvað sem Við erum komin í sjónvarpið, við erum númer 5 á fjarstýringu og þeim sem svo heppin að skipta við síman, fá sjónvarpið sitt frá símanum og kannski eru bara að missa trú á því að önnur fjarskiptafyrirtæki munu bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni, 24 tíma sólarhring, alla daga vikunnar, allan ársins hring. Samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðurinnar. Ef þið eru í skipti við önnur fjarskiptafyrirtæki ættu kannski að hnippa í þau og segja að hvort að þið megi ekki fá efni frá samstöðunni eins og þau sem að skipta við síman. Það sem að drífur samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hefur gerst áskrifandi. Þú getur slegist í hópi með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónum á mánuði sem grunn áskriftin og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum þið kærlega fyrir. En eftir östullíða þá kemur hann Sigurjón Magnús og við ætlum að ræða pólitík. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum aðeins að ræða pólitík. Sigurjón Magnús Einarsson, komin hingað.
Sæll, bróðir. Herðu, ég ætla reyndar að byrja á því að segja frá, það var könnun sem var verið að birta á Vísi borgarstjórn, fylgiskannanir. Það svo sem ekki mikið að frétta í þessu, það eftir síðustu kosningar, þá var myndað meirihluti sem hafði samanlagt tæplega 56% fylgi. Já. Það núna í 51%. Munar þar mest að Framsókn sem náði 8,7% kosningum, mælist núna með 4,5%. Þrátt fyrir þetta að þessi komið borgarstjóra nú? Það ekki endilega ávinningur, sko. Nei, eða vegna þess eða eitthvað, ég veit ekki. Það sást aldrei á til dæmis fylgi samfylkingarinnar að þau var að græða sérstaklega á því að hafa borgarstjórum. Nei. Það var ekki. Nei, ég hugsa að þessi náttúrulega áfall fyrir Framsókn þegar þeir fá borgarstjóran, að það bara, hvað sagður þau? Þau voru með 16,4? Nei, 18,7. 18,7? Það voru með 4,5. Þetta fjórðungur. Já. Þetta nær samt manni. Einar ekki dóttur út af borgarstjórn. Nei, en allt fólki sem kom með honum. Það farið. Það kosið núna, sko. Já. Og fylgið, fylgið yfir á samfylkinguna, því að samfylkingin hefur alltaf verið að vaxa frá síðustu kosningum sem voru 2022. Þetta eiginlega vaxta tími samfylkingan á landsvísu, þannig að þeir eru farið úr 20,3 upp í 25,6 sem eru svona 5,3% stig. Kannski ekki íkja mikið, í sjálfu sér meðan að samfylkingin með 27% á landsvísu í konunum, þá ekki mikið að vera með 26% í Reykjavík. Það lítið. Þú vilt meina að borgarstjórnarflokkurinn, Dagur og félagar nái ekki að nýta sér þessa uppsveiflu samfylkingar? Jú, einhver leyti, en ekki, það frekar að orða þannig að samfylkingin rís upp, en ekki sambærilegt í Reykjavík. Nei, 27% fylgi samfylkingar landsvísu ætti svona skilaðum 32-3. En þetta tekið... Því að samfylkingin í grunninn til höfuðborgarflokkur. Já, þetta tekið fyrir orlofsmál Dags Pétursson? Já, gæti verið. Þetta tekið svona, ég held að það byrjar snemma í ágúst og endar 16. Þannig að það kannski svona síðustu sem að svara fljótaðinn inn. Það mælist ekki alveg inn í þetta? Nei, þú veist, ekki breyting, sko. Í síðustu könnun var samfylkingin með 26% meðan núna. Sjálfstæðisflokkurinn lítur náttúrulega að hann fekk 25% í kosningunum, en núna bara með 20%. Það ekki gott. Stjórnarandstöðu. Það ekki gott. Nei, og gegn ekkert sérlega vinsælu meirihluta. Það er tröstur meirihluti að þeirra margir flokkar hann inni. Og þegar að Framsókn minnkar þá fer hluti yfir á samfylkinguna, en hluti fer yfir á Viðreisn sem núna með 12%. Óvenju góð niðurstaða fyrir þá. Píratarnir eru bara sem eiga ammali held ég bara í dag, borgarstjórnarflokkurinn í ammali. Og ég held að sé halda upp á það í Ráðhúsinu. Þeir eru með 12% eins og fengu í kosningunum. Sósíalistaflokkurinn, hann með 8%, Miðflokkurinn tæplega 8%, Flokkur fólksins með 5% sem svipað og voru með í kosningum. Miðflokkurinn að segja á, hann var bara með 2%, en mælist núna með 8% sem myndi duga fyrir mögulega 2%, líklega 2%. Hvað var fyrir síðan Framsókn fellur, en VG bara með 3%. Sem var eins og landsvísu. Já, en þú veist, VG ætti svona sögulega að vera með sterkar stöðu í Reykjavík. Það hefur lengi verið lakari staða í sveitarstjórnunum heldur en á þingi. En þetta ég held að það hljóta að koma bara að því að einhver segir bara inn í VG eigum ekki bara að hætta þessu og loka sjoppinni, sko. Já, það nú ansi stórt skref. Já, þú myndir líklega ekki ná inn núna. Nei. Það var með engan borgarfulltrúa. Það náttúrulega. Það þá í fyrsta sinn. Það í fyrsta sinn. Já, síðan alltaf spurt, sko, hvaða borgarfulltrúa finnst þér að hafa staðið sig best? Svolítið erfið spurning, sko, að því leiti að þú nefnir bara einn og kannski kæmi eitthvað annað út úr henni ef að þú verður spurður, sko, krossa við þá sem hafa staðið sig vel eða eitthvað svoleiðis.
En þarna bara hver fær eitt atkvæði og núna eins og hefur verið áður, Sanna Magdalena Mestudóttir, borgarfulltrúi sósíalistar efst. Hún myndin mest röst. Með 18%. Næstur kemur Dagur B með 16. Þú ert að nefna hvort að Framsókn myndi græða á því að hafa borgarstjórann. Það segir nú svolítið hversu illa hægt að fara með þetta embætti að Dagur B bara með 16% stuðning. Hann fór hæðst upp í 22%. Já, en verður ekki að gefa degi það? Hann náttúrulega fengið alveg ótrúlega svona á stundum óvagna gagnrýni á sig. Já, meinar það því að frá mokkanum og svona? Já, já. Eitthvað umfram það sem hann á skilið eða umfram það sem að... Hann nýtur nú ekki sannmælis alltaf þar, sko. Nei. Eins og nýlegt dæmi þarna þegar klippt út myndina á hann með epli í munninum. Já, notuð hana í Staksteinum. Já. Rifjaðist upp fyrir mig að þegar ég var barn, og þú líklega unglíkur þá, þá var alltaf í þjóðvílanum bara birt mynd af Geir Hallgrímssyni, sem var tekin þegar hann tók skóflustungu og Kjarvalsstöðum í norðan strekkingi og það sem hann grettis upp í vindin. Þegar átt að skrifa eitthvað slæmt Geir, þá er þessi mynd alltaf notuð. Já, það finnst mér þótt alltaf svolítið svona vænt Geir Hallgrímsson, bara svona virðingu fyrir honum. Ég hef sagt þess að sögu áður að þegar ég var fóbrotinn og þá var giftur, ég var með gifsi upp í nára, beggja megna, og ég var landsleikur í handbolta og það voru svona bekkir niðri og það var til miði á öðrum bekk, ekki fyrsta, þar sátu við Gylfi Þór Gíslason, Geir Hallgrímsson borgarstjóri og svona fyrirmenni og ég var að reyna að tróða mér hann inn á hérna fyrir aftan og borgarstjórin lítur við og sér mig og stendur upp og spyr mig hvort ég vil ekki bara sitja hérna fremur bekknum hjá sér. Jú, ég var í 14 ára og mjög þetta mjög gaman og ég settist við hliðina á honum og í uppbytunni þannig að þá var aðal stjarnan í danska liðinu Kristján Lund eitthvað að bolti rann svona í gifsi hjá mér og hann kom og heilsaði mér og gaman hjá mér, svo kom þjóðsöngurinn og þá hjálpaði Geir mér á fætur og studdi mig meðan við hlustum á þjóðsöngin. Þannig ég er alltaf svona tauga til hans, þannig að ef þjóðvílinn verður endurræstur, þá bara nýja mynd að Geir. Það eru til marga góða myndir á honum. Ég held að þessi margir sem að geta vitnað að hann var með fádæma kurteismaður. Já, velviljaði maður alveg lust. Ég átti samskipti við þegar við vorum að endurreisa fréttablaðið, átti ég samskipti við sonan sem að þá var framkvæmdastjóri Árvakurs. Og hann var alveg bara eitt kurteisasti maður sem ég hef hitt. Og skar sig svolítið frá millistjórnundunum sem voru þar sem að voru bara að springa úr hroka morgunblaðsmanna. Það var ævintýralegu fundur. Þau voru svo ánægðir með sig og fannst við á fréttablaðinu að vera svo rosalega vitlausir. Það var aldrei sér vitlausir. Einhverjir úlingar sem ekki kunna. Já, bara þið fannst það bara fyrir neða virðingu sína að vera bara boðar að fund með okkur. En Hallgrímur Geirsson þá var talað. En hann var bara af þessum mönnum öllum hætti. En síðan er það, Sanna er með 18% og Dagur er með 16%, síðan kemur Hildur Björns með 14%, sem minna fylgi heldur en flokkurinn, sem er svona merki sem að þú ættir að segja að já, þá verðum við að finna annan forystumann. Ég held að það sé engin einugur hann innan flokksins, bara alls ekki. Það er, ég held að það sé bara engin einugur meðal sjálfstæðismanna í Reykjavík. Og það er að margar ástæður að þeim hefur ekki auðnast að búa til stefnu sem þeir geta talað einum rómi þau eru ósamanlega gagnvart eiginlega öllu. Nema kannski þeir eru að gagnrýna hallarekstur. En svo er það náttúrulega þannig að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík er klofinn. Hann er klofinn í fylkingu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og Áslaugar Örnu. Þannig að ég held að það er eiginlega óstjórntækur, eins og sagt er, sem að Einar sagði fyrir kosningar þegar var verið að skamma hann fyrir að hafa ekki myndað ríki, að þess að það var endur nýjað enn einu sinni meirihluta Samfylkingarinnar. Þá sagði hann eitthvað þá verun að það bara vildi ekki vera með Sjálfstæðisflokknum, þannig verði það. Það væri ekki hægt að mynda meirihlutamenn og það vildi ekki vera í samstarfi með hann. Og það er náttúrulega ástæðan svo að það er ekki hægt að vera í samstarfi við eitthvað fólk sem talar út og suður.
En svo komaðu hann að Einar Þorsteins með 7, Kolbrún Baldursdóttir með 6, Alexandra Brím með 6 og Dóra Björt líka með 6, Kjartan Magnússon með 5, Þórdís Lóa með 5 og Heiða Björk Heimisdóttir með 4. Það er náttúrulega merkilegt þannig að þú sagðir, Þórdís Lóa með 5 en aftur... Flokkurinn með 12. Já. Þetta er ákall á nýja fórustu þegar? Já, veit ekki. Já, ég veit ekki heldur en við segjum svona. Já. En hún er bara ein núna. Já. Mistu mann síðast. Mistu mann síðast. Þetta var nú það sem ég ætlaði að segja frá konun. Ætlaði að fara ekki að koma, þetta maskína. Ég myndi rekna með að maskína verði að koma með konun á landsmálunum bara núna. Já. Það er að koma mánamót og svo verður Gallup með nýja konun eftir. Já. En sko, ég vinn við að tala samfélagsmál og pólitík og er með þætti. Svo byrjaði Silfrið á mánudaginn. Já. Og ég ætti náttúrulega bara að vera í vinnunni þarna eftir 10 fréttir og horfa á þetta. Já. Ég bara nennti því ekki. Svo daginn eftir og sagði, ég verði að horfa á þetta. Svo byrjaði þetta á viðtali við Bjarna Benedikts og ég bara nennti því ekki. Ég spólaði yfir hann og horfði á svona byrjunina á svona umræðan og vettung og ég datt upp. Þannig ég verði eiginlega bara, horfðið þú á þetta? Já. Og hvernig stóð háttvirtur forsætisráðherra sig? Það man ekki, Nei, mér finnst nú formið, eiginlega dauða dæmdi viðtali, því að, hann er fyrst á dagskránni og svo bíða 4 manneskjur eftir að komast í, þegar viðtalið hann er búið og þetta er alltaf knappt, og ég sé að Sigríður Hagalín, hún sem ég þykir alveg fínasta manneskja, en hún hefur verið með of margar spurningar. Þannig að það var ekki til að klára spurningabunkan. En þú þarft ekki að klára blaðið þitt. Nei, það stendur á blaðinu. Nei, ég veit. Og máttalega bara tala um eitt mál og þú vilt. Já, takk fyrir það. Það þú meinar að hún hafi líkt blaðinu? Já, það hafi verið svolítið svona, of bundin eigin undirbúningi. Þannig að Bjarni sagði lítið og reyndi ekkert svo mikið á hann, nema það hann fyrsta skipti sem ég heyra hann svona tala að kosningar þurfi ekki endilega, hann talaði næsta haust en svo þurfti ekki endilega vera og eitthvað svona Hann opnaði fyrir vorkosningum. Já, og jafnvel fyrr Jafnvel fyrr? Já, ef þetta fer allt í hundakött núna við komum saman sem það lítur að gerast, þetta við erum álítanir frá VFG, stangast algjörlega á við stefnu Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Og þetta er alltaf hrynja. Það er þessi fáránlega brandara tilraun fjármálaráðherrans sem við séum bara með okurvexti og háa verðbólgu í genónum svona eiginlega framsókn og hvað er það með eitthvað svona bullukall í fórustu. En mér fannst þetta Bjarni reyna lítið á hann. Við tölum við Ásmund Einar á sunnudaginn. Já. Og hann ætlaði bara að klára sín verk og hann talaði bara eins og ráðherrinn að gera alltaf. Við verum að klára okkur verk og leggja þau í dóm kjósutana og hafa ofurtrú á því að þegar þeir klára sín verk svo kvöldið, að þá skipti kjósutur skoðun. Já. Það er allavega engin von það að einhverju, ef við hefðum verið fyrir ári síðan, þá hefðum maður getað ætlað sem að ríkisstjórnin er að vonast til þess að náist kjarasamningar og við töluðum þannig raunverulega í desember að það væri svolítið svona ögurstund hjá stjórnvöldum og fyrst að náðust kjarasamningar að þá væri þau komin með svona línu til þess að reka í efnahagsmálum, ná niður verðbólgunni og mæta til kosninga. Við náðum að hemja verðbólguna. Nú hefur enginn í ríkisstjórninni þetta mál er eiginlega munaðarlaust. Kjarasamningarnir. Það er enginn að passa það að forseti kjarasamninga gangi. Ég held að Sigurður Ingi sé ekki að fatta að það sé hans hlutverk og ekki er Bjarni Ben að tala um það heldur. Þannig að og við fáum bara slæmar tölur út úr verðbólgunni. Við erum að fá opinbera starfsmenn, kennara, náttúrufræðinga, hjúkrunarfræðinga, lækna sem ætla bara ekki að beygja sig undir hennar ramma sem var mótaður í þessum kjarasamningum, en þannig heldur ekki. Nei. Þannig að ríkisstjórnin er að fara inn í eitthvað stórkostlega, efnahagslegan, við sjáum kannanir sem sýna að erfiðleikar heimila við að ná endur saman er komið upp í 44%. Kannski, hækkar ekki mikið á þessu ári. Það er bara anskotið mikið 44%. Það er bara eiginlega annarkvort heimili sem er bara í fjárhagslegum erfiðleikum. Klikkun. Fyrir 2 árum var þetta í kringu 20%.
Herri, hún spurði Bjarna hvernig það væri fyrir hann að vera forsætisráðherra og ja, sko umdeildur hann nú sko. Það er gaman að þessi byrjaði að spurja hana þessu, því að við höfum alltaf talað þetta hérna. Og það var alltaf verið að tala Bjarni, svo eitthvað svona eins og Bjarni væri með eitthvað rosalega stuðning, en við vorum alltaf að benda á það betur, þetta óvinsast stjórnmálamaður líklega svo. Já, hún bara spurði hann þannig, sko. Og hann sagði að sér fyndist það nú aðalega vera sko meðal þeirra sem væru ekki stuðningsmennans, alveg apalegt svar, sko. Hann hefur verið með þetta svar áður. Já, þetta ekkit svar. Veist, eins og bara heima við morgunborðið, þá fær hann 100%, sko. Hann og fjölskyldan borðað morgunmatinn. Ennþá. Það tristiði mér að það segja þetta öll Þetta ekkert þannig, sko. Og hérna, en ég sá, sko, honum leið illa undan spurningunni. Já. Ég held að, hérna, þessi færri innan Sjálfstæðisflokksins sem eru til í að verja hann, heldur en nokkuð tíma verið. Já, ég held að. Þeim fækkar. Já. Og ég held að Sjálfstæðismenn hugsi bara, kannski voru bara mistök að kjósa hann. Kannski getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki kosið sér nýja formann. Þú getur hort tilbaka og sagt, já við hefðum átt að kjósa bara Guðlaug Þór. Þótt að Guðlaug Þór sé ekki minn maður og svona, þá hefði hann alltaf möguleika á að hafa gert eitthvað. Því að þetta frá því að við kusum Bjarna aftur, ekki góðu tími fyrir flokkin, ekki góðu tími. Við fórum úr sko eitthvað 21%, komum niður í 17, eru bara föstar, tilraunir hans til þess að færa umræðu pólitíkunar yfir í eitthvað innflytjenda mál og svona, við erum ekki að hjálpa flokknum, við bara að hjálpa miðflokknum, þannig að þetta voru mistök. En kannski eru bara togstriðan inn í flokknum svo mikil að fólk ekki að draga þessa ályktanir og segja bara, ja, það bara sekkur þetta skip, ég ekki að þetta Guðlaug Þór stýra þessu. Það eru harð átök, við veitum það. Það er valdatafli Valhöll. Svolítið svona raunverulega unir engin andstæðingum sínum að sigra. En sko, og Bjarni svaraði ekkit afdráttarlaust heldur, sko, hvort hann ætla að vera í frambúð aftur eða ekki, sko. Nei, enda, ef hann myndi segja, já, ég ætla að bjóða mig fram aftur, það allt vitlaust, sko. Nei, alvöru, í alvöru, ég að segja þetta. Ef hann vill vera áfram, að þá á hann ekki að lýsa því yfir, sko. Nei. Því hann verður að bæta stöðu sína áður en hann getur lýst yfir. Hann bara staða hans svo veik. Og ef hann segir, hérna, hann ætlar að hætta og segir, já, ég ætla að hætta, þá hann, sko, það sem hann kallar dead man walking. Það bara hættir að hringja síminn og hann verður engin tök á atburðarásinni, eitthvað með fara í gang og flokkurinn fyrir eitthvað bara allt annað og engu dettur í að spyrja hann. Nei. Þannig að hann gat ekki svara öðruvísi. Nei, það væri réttast fyrir hann bara að hætta, bara núna. Ég veit ekki það, mér finnst svolítið gaman að þessu, mér finnst gaman að sjá Sjálfstæðisflokkinn engjast. Já. Og líka þetta ráðaleysi þeirra. Þú veist hvað, það allir sjálfstæðismenn til í að gagnrýna hérna, manstu þegar við vorum yngri. Ég sviptaði, já. Þá oft látið og sumt náttúrulega sem látið í pólitík eru bara einhverju góðsagnir, sko, eins og að hægri menn farið betur með pening, þetta er bara þvæla, sko. En eitt af þessum var alltaf sagt að sko, hægri menn kynnu að vera standa saman og svo veist, margir velta fyrir sér hvernig stendur á því og þá er eitt svarið já, þeir hafa bara að hugsa peningana og það er svo einfalt. Þú þarft ekki að deila peninga, gildi peningana, bara peningarnir eru. Þannig að þeir halda saman. En vinstrið er alltaf með einhverja hugsjónir og þeir deila og eitthvað svona. Ef þú horfir á Sjálfstæðisflokkinn í dag, þá er hann bara eins og Alþýðubandalagið í Reykjavík 1990, sko. Það eru bara, við vorum með hægri menn hérna á sunnundaginn. Og þú veist að við bara kveikjum á þeim og það bara dælist út úr þeim gagnrýna flokkin. Tómas Eller Tómasson sem var hjá okkur, miðflokksmaður og fyrrverandi sjálfstæðismaður, hann sagði hérna í þættinum að hérna, Sjálfstæðisflokkurinn væri orðinn einsmálsflokkur. Hann væri sem að gæta að þessu, hvert peningarnir vera. Það er það sem að fræga setningin hans Styrmis að það er engar hugsunir eftir í þessu, þetta er bara hagsmunir, það er það sama. Og það er náttúrulega það sem er beittasta gagnrýnin á Sjálfstæðisflokkinn, hann er ekkert neinn fjöldarhefing lengur, það eru þeir sem að hvart yfir að vanti gamla góða Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þetta er bara hérna, stjórnmálaarmur SA og viðskiptaráðs. Það er með talandi þetta. Það er arfleið Bjarna. Nei, Smári, núna er alltaf talandi það að hérna, Morgunblaðið hefur látið ásjá, það er nú annað en var. En í því miður er ég búin að enda bókinni sem Styrmir skrifaði, það sem kom fullt af játningum
allt annað. Þetta bara, sko, þetta góðgátt að vera að hæla Morgunblaðinu í fortíðinni. Hvaða rugl þetta? Hann bara lýsir í þessari bók og þeir fóru heim til Bjarna Benediktssonar, formanns Sjálfstæðisflokksins, til að velja forsíðumynd, hann og Matthías, fóru þangað bara svo ykkur snatar heim til formannsins til að velja saman. Hann hafði vald á því hvað mynd færi á forsíðu Morgunblaðsins og fleiri dæmi eru til. Já, það var náttúrulega það sem var rekið í kringum ritstjórnarskrifstofu, þá komu svona menn og ég man einhvern tímann var ég að nefna við einhverja menn hvort að við ættum að skrifa saman sögu kvótakerfisins og svona ég myndi, þú veist, vera að mæla hvað var það og þú myndi vera eitthvað svona sögur og svona já, ég ætla aðeins að skoða þetta. Svo fóru útgefandinn og talaði við Styrmi og kom tilbaka og sagði, nei, ég held að við höfum ekki gera það. Þannig að það var rekin í kringum Styrmi og Matta bara svona eitthvað svona power station í samfélaginu, þar sem að menn kom og eitthvað svona og þeir vissu allan ánskota hvað var að gerast í samfélaginu, en þeir prentuðu ekkert. Þetta voru ekki blaðamenn. Nei. Þeir vissu hvað var að gerast í samfélaginu, en þeir prentuðu bara það sem að hendaði einhverjum valdaði elítum. Ég ætla að segja eina sögur sem Styrmi skrifaði. Stórlega ofmetin einhver svona, þegar mokkinn var góður, það var þegar gerðist eitthvað svona slys. Já. Eitthvað svona. Það voru margir flottir á mokkum. Og þá bara gátu þeir ræst og bara mættu kannski bara 14 blaðamenn á svæðið við að sinna einhverju máli sem að hinar ritstjórnina höfðu bara ekkert afl til að gera þetta. En í svona að vera að skrá söguna, til dæmis að þú skoða gamla mokka, þá getur þú skoða það og þú ert engu nær hvað var að gerast í samfélaginu. Ef þú skoðar kannski blöð eins og við vorum að gjóta, eins og pressuna, það bara ding, það bara veistu nákvæmlega hvers konar ástand var í Reykjavík, á Íslandi, hvað var að tala, hvað var í tísku. Við vorum alveg, hvað við hafðum marga heimildamenn vísvegar í samfélaginu. Hjá mér voru 70 held ég sem að... Ég alveg sammálaður að blaðamennska Morgunblaðsins fyrir Davíð Oddsson er stórlega ofmetin. Já, ég ætla að segja eina sögu. Sko, sem Styrmi skrifaði, þá var það þannig að það hringdi í þá Matthías og Styrmi og þeir beina að koma strax niður í ráðherrabústað og þeir náttúrulega stökkva til mann í ráðherrabústað og svo koma þeir inn og þá er eitthvað stórmál í gangi og og þeir sko, þeir komið inn og við treystum á þögn við fara ekki með þetta út, nei, alltaf þá segja þeir þeim hvaða stóra málið er sem má ekki fara út og þeir þáðu það að vitum málið en mægi ekki skræða fréttinu það. Þeir voru að nota þér og Styrmi var sendur með eitthvað bréf til einhvers manns og hvaða rugg er þetta? Þegar þú kom til manns og sagði, ég ætla að segja svona sem þú mátt ekki segja, þá segir nei, ég kæri mig ekki að veita það. Viðbröðin okkar og djefaði galvita þegar að Ólafur Ragnar þá fjármálaráðherra var að kynna fjárlögin degi fyrr fyrir fjölmiðla og þeir mátti ekki segja frá því fyrir daginn eftir. Við höfnuðu því. Höfnuðu bara, mættu ekki mig. Og sögðu bara meira og minna frá fjárlögunum áður en við komum. Já, og það var það var alveg einugur það á ritstjórninni, það var ekki að efast þetta. Þetta var bara múrallir það. Blaðamaður að sitja á einhverju vitneski sem maður má ekki segja. Þá var hann að brjóta trúna við sinn aðal trúnaðamann sem er lesandinn. Drifkraftin sinn, það sem drýfur hann áfram, það er lesandinn. Nei, þetta er en að því að flytja þá fann frúi mín upp í skáp hjá mér nokkrar gorma möppur og sagði, hvað er þetta? Og hvað heldur þetta hafi verið? Þetta var mér var sent í hruninu, strax eftir hrunið, samantekt á öllu sem Davíð Oddsson, bæði sem forsætisráðherra og utanríkisráðherra og seðlabankastjóri, hafði sagt peningamálin. Það er nokkrar möppur bara. Og bæði sjónvarpsáttum og dagblöðum hann saman og ég á þetta og ég hef svo sem lesi hluta af þessu, þetta er alveg sumt er nánast fyndi sko, en þetta er beina tilvitnaðin í mannin sko. Þannig að ég veit ekki hvort þú er að koma með þinga og fara að lesa þetta ekki. Já, eða fá leiklestur á þetta. Þú ert að nefna samþykktir flokksráðs VG og það stangist á við. Sko, það er fólkin í VG sem lítur á það sem bara tækifæri í pólitík að ná hræinu af því að það sem núverandi forysta get ekki haldið því að þessu búin að missa lögmæti sitt sem forysta
og sér eitthvað tækifæri því að renna sér þarna inn og mæta svo með nýtt VG fyrir næstu kosningar. Þó svo að þau nái einhverjum samþykktum í gegn á þinginu til þess að undirbúa svona valdatöku, að hrista af sér bæði Svandísi og Mumma, að þá ekki þar með sagt að þessar samþykktir hafi einhver áhrif á veru flokksins inn í ríkisstjórn. Það ekki fyrr en að þessi hópur búin að ná það sterkri stöðun í flokknum að þau fái bara samþykkt inn á flokksfundi að fella ríkisstjórnina, sem ég ekkert vissum að ná í gegn, því það er miklu meiri alvar í því. Þannig að sá hópur sem ætla sér að ná VG nær svona ákveðnum áfangasigri með blæ og tón og áherslum inn í einhverjum samþykktum, sumum sem eru eiginlega marklausar eins og að vera fordæma aðgerð sem að síðan búið að draga tilbaka, eins og með að veita ekki fjárstuðning til flóttamannahjálparinnar í Palestínu. Þannig að mér finnst þetta að vera freka benda til þess að það svona einhver hópur inn í VG sem að sér þarna eitthvað svona tækifæri og ætlar að koma fram með að svo að við lendum aldrei aftur í ríkisstjórn eins og VG myndaði, að þá eiginlega besti kosturinn að kjósa VG. Ég veit ekki hvernig í veröldinni það ætla að fara þessa leið, en ég held að þetta fólk sé að hugsa þá. Ég myndi ekki draga neina sérstakra ályktanir af því að þessar samþykktir hefðu verið gerðar, og út frá því hvort að ríkisstjórnin haldi áfram eða ekki. Því að þeir sem í ríkisstjórnin, sem eru ráðherrarnir og þingmennirnir, sem að vita það að hvort sem ef að fer sem horfir að þá mun VG tapa þingsætum og ég verið að leita mér inn í vinnu. Leiðin út hallabyltingin í VG og þá mér líklega fórnað. Þannig að fólki sem að raunverulega heldur utan ríkisstjórnina, sem eru þingmennirnir sem að skaffa meirihlutann og ráðherrarnir, ég held að þeir hafa engan áhuga að sprengja. Ég held það. Og ég hef reyndar að vera að reyna að halda þessu fram að til þess að hugmyndunum að Svandís mæti allt í einu bara í október og sprengi ríkisstjórnina og ætla að fara eitthvað endur eins og VG. Ég trúði ekki þessu sögu. Þannig ég vildi bara koma þessu að. Já, það komið. Já, ok. Herðu, en þú ætlar að tala um pólitíku eftir við, ég sagði við hana Oddný áðan að ég myndi halda að þið væru bara næstu því 170 ára samanlagt. Já, eitthvað leys. Góði menn. Það Þröstur Ólafsson og Hrafn Magnússon. Já, þetta öldungadeildin. Já, við vorum að tala um það hvað væri snjallt að fá hingað svona eldra fólk sem hefur yfirsýnina. Já. Og kannski þroska að geta hort yfir stórt svið. Þröstur nú búin að gefa út bók tíma sem að var mjög vel tekið. Já, hann var í viðtali við þig og svo kom hann líka inn í umræðina fyrir forsetakosningarnar. Já. Ég var með svona heldra fólksborð. Já, hann hann er hægfræðingur og hann skrifað mikið svona á Facebookina og fylgir skerilega mjög vel með og Hrafn náttúrulega hann að benda svo margt hann var náttúrulega framkvæmdastjóri samtaka lífeyrissjóða árabil við munum bara eftir að við setjum hann bara í huganum strax þangað og hann líka að skrifa þetta og það náttúrulega þessi menn, þeir þekkja náttúrulega vel til efnahagsmálana og þeirri stöðu sem við erum í núna og svo eru önnur mála. Hrafn var síðast að skrifa vilja Sjálfstæðisflokksins að selja áfengi í matvöruverslunum og svona, það bara sem menn koma víða við bara að nú að taka. Ég ætla að vera fram í kaffi og Sigurjón Magnús tekur við og fær 2 góða gesti að ræða pólitík. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Öldungadeildin tekin til starfa hérna. Ég hef fengið 2 góða gesti til mín, það Hrafn Magnússon og Þröstur Ólafsson. Þið náttúrulega eru meir en 2 vetra. Núna ástandi í efnahagsmálum og þrengta fólki, eitthvað sem við heldum fyrir einhverjum árum að það bara væri liðin tíð. En svo kemur fjármálaráðurinn og segir að þetta sé bara í genunum okkur. Þröstur, þú nú hagfræðingur, ertu búin að... Þetta ekki í genunum á mér. Nei. Illa við hana. Þið illa við hana. Þetta heimatilbúin vandi. Já. Og við höfum vitað það áratuga skeið að við erum með hagkerfi sem kjölfestulaust.
Við höfum krónu, gjaldmiðil, sem að skoppa eins og skopparhringla. Hún getur ekki verið hér áfram ef við ætlum að halda því áfram að reyna að gera betur við svona fátækari hluta samfélagsins, fólksins. Hún gerir það verkum að hún safnar alltaf upp þegar hún gengisvelt og verðlagi verður alltaf hærra og hærra og það er ekki hægt að hrófla því neitt tilbaka. Hún verður svona áfram. Ef við höldum áfram krónunni þá er engin bati í sjónmáli, ekki nokkur, því að við erum búin að reyna allar aðgerðir, alveg frá því að við byrjuðum að búa til margar krónur og verðtryggja og svo framvegis. Við einu sinni vorum með 4 tegundir af krónu. Við erum með núna minnst 2 tegundir af krónum, það er ekki 3 ár. Og það verður reynt að aftengja við vísitölu og tengja við vísitölu og koma með stóra félagsmála pakka og svo framvegis. Allt hefur þetta runnið út í sandinn vegna þess að krónan eyðileggur þetta. Það vantar í hann okkur vantar gjaldmiðil sem er kjölfesta. Hérna var hjá okkur bræðrum á sunnudaginn maður sem að, þegar ég nefndi þetta, að þá sagði hann að það er alveg sama hvort þú mælir hæðina í sentimetrum með tommum, þú er alltaf jafn hár. Og vildi meina að þetta væri bara mælitæki, krónan og skipti engu máli hvort það væri mann ekki. Hún er kjölfesta í öllu hagkerfi, þá er gjaldmiðillinn kjölfestan. Hún er það. Og ef við ert ekki með kjölfestu, þá skoppar allt saman og fer upp í loft. Við erum búin að hafa þetta í 100 ár og ef við erum ekki búin að læra á reynslunni, þá getum við ekki lært á reynslunni. Og það eigum ekki að vera að tala um þetta. Menn halda þetta sé einhver tákn um sjálfstæði og fullveldi og eitthvað svoleiðis. Það er löngu liðin tíð. Við ráðum ekki raunverulega gengi krónunar. Það er enginn hér einn heima sem getur það. Og það er ekki, í dag er það ekki merkjum fullveldi að hafa eigin mynd. Eru þjóðirnar í Evrópusambandinu ekki sjálfstæðar? Auðvitað eru það sjálfstæðar og líta á þessu sem þannig. En sjálfstæði líka þannig að okkar mynd gengur ekkert í öðru löndum. Hún er ekki gjaldeyrir, við þurfum alltaf að afla okkur gjaldeyrís. Sem ekki nota eigin gjaldmiðil. Hún getur ekki notað okkur eigin gjaldmiðil. Nei. Hrafn, við séum aftur komin í þessi spór einhvern veginn, ég finnst þetta að vera svona afturhvarfi. Já, það má alveg segja það. Kannski fórum við og róttækt í vaxtalækkun á sínum tíma og nú hafa vextir hækkað verulega mikið og það stjórntæki Seðlabankans virðist ekki virka meðal annars vegna þess að það eru margir sem eru með verðtryggð lán, það er nú heyrst í fréttum. Og þeir hafa voru áður með óverðtryggð lán, gátu tekið óverðtryggð lán á föstum lágum vöxtum sem lágu undir verðbólgunni, síðan breytist þetta hægt og rólega, þannig að vextirnir rjúka upp og þá fara menn yfir í verðtryggðu lánin vegna þess að það vegna þess að fara menn óverðtryggðu lánin yfir í verðtryggðu lánin vegna þess að þá þetta minnkar greiðslu fyrir lána. Þetta held ég sé ein megin ástæðan fyrir þessu að þetta gengur erfiðlega fyrir þetta krónuna sem að þetta þröstur en bara sérfræðingur í og ég ætla nú ekki að blanda fyrir inn í þær umræður að öðru leyti. Þetta er náttúrulega afleiðingarnir sem þú ert að tala um. Skoðið þið hérna húsnæðislána í Færeyjum. Skoðið þið í Danmörku, Noregi, allstaðar. Þetta eru 3-4%. Það er ekki margar tegundir til af þeirra myndum. Eins og við erum að gera, við erum alltaf að klastra því við þorum ekki að taka á vandanum. En ég ætla kannski líka að minna á annað, það er það að í þessum verðbólgumælingum virkar húsnæðiskerfið eða húsnæðiskostnaður mjög hár og það er einfaldlega vegna þess að hér eru hagnaðardrifin leigufélög sem eru að eiginlega hækka upp húsnæðisverðið upp úr öllu valdi og þá hækkar húsaleigan í leiðinni, þannig allt svona hefur þau áhrif að það er erfitt að koma inn mældu verðbólgu niður inn í einhverja tölu sem menn vilja. Og ekki gleyma því að við erum með fórnarlömbin sem að skulda, en við erum líka með fórnarlömb
sem að eiga sparnað til að mynda eldra fólki sko. Og núna þegar að það hefur tök á því að verðtryggja sínar eignir og þá auðvitað bætast við verðbætur og þessar verðbætur eru þess eðlis að 45% af vöxtum og verðbótum eldra fólksins notuð til skerðingar á bótum almannatrygginga. Og þetta þarf auðvitað sjálfsögð að laga og það væri ekkert óeðlilegt við það að frítekjumarki væri þá ekkert ósvipað því sem væri í skattalöggjöfinni eins og samtök aldraðra hafa oft á mörgum bent á. En sko, einhvern veginn var mér sagt, ég man ekki tölunar, kannski Hrafnallan, ég veit að það hérna hvað sko lífeyrissjóðirnir eru búin að taka mikið til sín, mikið af greiðslum á ellilífeyri á síðust árum með því hvað hlutfall ríkisins minnkar og lífeyrissjóðanna hækkar, ekki rétt? Jú, ég meina það er út af fyrir sig ekkert land eiginlega innan OECD þar sem að hvað maður segir framlag ríkisins í almannatryggingakerfið er eins lágt eins og Íslandi. Það auðvitað byggist á þessari gríðarlegu sjóðsöfnun. Ég meina við erum með eignir upp á 8.000 milljarð eitthvað kringum það sem er í lífeyrissjóðunum og í viðbótarlífeyrissparnaði og það er ekkert óeðlilegt svo sem við það en hins vegar er það kannski líka ömurlegt í leiðinni að ríkið lítur svo á að lífeyrissjóðunni sé fyrsta þrep í almannatryggingakerfinu og síðan komi sko almannatryggingar númer 2 þannig að svona hægt og örugglega verið að gera almannatryggingar eins konar fátæktarstofnun að mínu viti með því að það sé bara þeir allra fátækustu sem að eiga möguleika á því að fá einhvern lífeyri frá almannatryggingum en skerðingarnir eru það miklar í kerfinu, ekki síst á þá sem hafa áunnið sér réttindi í lífeyrissjóðum. Það er að segja þar sem lífeyrissjóðum greiðir að 45% skerðingamörk eru þar. Já, það er eiginlega sama sko hvað fólk hefur safnað í lífeyrissjóðum eða borgað í þá að í endanna þá eru allir nánast með sama lífeyrinn. Það var nú einu sinni opinber stefna ríkisstjórnar að afnema raunverulega ellilífeyrinn og hann yrði bara tekinn smá saman eingöngu úr lífeyrissjóðunum og það var til tekið skref til þess að draga úr leið og lífeyrissjóðunir eldust þá fylgdist að ellilífeyrinn lækkaði. Eitthvað hafa menn nú stoppað við þetta en þetta var opinber stefna á tímabilið, stjórnarstefna. Já, það má segja almennu lífeyrissjóðunir voru stofnaðir sem sagt í kjarasamningunum í maí 1969 í mikilli kreppu og þeir tóku til starfa 1. janúar 1970 og þá voru menn auðvitað með í huga hvernig kerfin væru að þróast á Norðurlöndum. Þar voru menn með sem sagt grunnlífeyri og svo byggðu menn upp þetta ATP-kerfi sem almenn tilleggspension eða viðbótarlífeyrir. En við hér á Íslandi, við gerðum þetta ekki þannig, heldur stofnuðum við lífeyrissjóði. Þannig að í eðli sínu eru lífeyrissjóðinir ATP-kerfið úti sem eru á Norðurlöndum. Hins vegar var þetta alltaf meiningin svo að ellilífeyrinn sem slíkur héldi sér að einhverju marki en það er rétt hjá Þresti að það menn gerðu það strax upp að reyna að halda honum verulega mikið niðri grunnlífeyri almannatrygginga sem og síðan gerist það seinna 1990 aðalega í kreppunni eða í fjárhagshruninu að þá gerist það að greiðslur frá lífeyrissjóðunum skerða bætur eða skerða grunnlífeyri almannatrygginga, það hafi aldrei þekkst áður og en það er ekki svo langt síðan það var. Það var 1900 það var í kjölfar kreppuna sem að greiðslurnar frá lífeyrissjóðunum koma til skerðingar á bótum á grunnlífeyri almannatrygginga. Það var ekki áður. Það var svo leiðrétt aftur tíma en svo 1900 frá nýja kerfinu þá sem tók gildi 1. janúar 2017 að þá var engin greinarmunur gerður
á hér ellilífeyri eða lífeyrissjóðunum, fjármagnstekjum eða launum. Síðan hafa auðvitað launin fengið viðbótar frítekjumark sem nú kannski afskaplega skrítið miðað við það að þeir sem eru ekki á vinnumarkaði sem eru langflestir vegna þess að þeir hafa ekki heilst til þess, fá ekki vinnu, hálfslagsvinnu eða slíkt, að þeir njóta þess ekki en fámennur hópur sem getur unnið, hann með hærri frítekjumörk heldur en þeir sem fá greiðslur eingöngu úr lífeyrissjóðum. Já. Það við erum að sigla inn í kosningaverður og ekki trúlegt að efnahagsmálin verði hvað fyrirferða mest? Það ekki það sem snertir flesta? Húsnæðismálin Jú, munum vaxtastigið og efnahagsmálin. Það verður það sem verður rætt eða það sem brennur á fólki. Hvernig ríkisstjórnin ætlar að taka á því, það svo allt annað mál. Hvort hún verður sammála nokkur skapaðan hlut, það getur vel verið að það verði ekki. Þannig að það verður ekki tekið á neinu nema eitthvað að móka út peningum einhvers staðar. Og ríkið að verða dálítið skuldugt, því að ég var nú að sjá það í þessu skýringarriti sem fær með álagningarseðlinum, þar sem stendur í hvað fóru skattarnir þínir og það náttúrulega þessi tvö stóru félagsmálakerfi sem eru langstærst með 27 og 23%. Svo kemur þriðji pósturinn sem er þriðji stærstur, það eru vaxtagjöld ríkisins. Þeir eru orðin svona mikilvægt, þetta er orðin þriðji stærsti póstur fjárlaga. Í útgjaldi ríkisins. Já. Hvernig heldur þetta haldi áfram? Það verði þá bara verði nummer 2 verði eftir heilbrigðiskerfinu og þetta bara mikið vandamál sem mann vilja ekki tala Nei, sko. Það verður alltaf verið að segja hvað ríkisstjórn stæði vel. Það stendur ekki miðað við þetta, stendur hann bara mjög illa. Nú í sumar er þetta búið að ganga svolítið að þessir erfiðleikar og Grindavík náttúrulega svona, það verður svona meira áberandi íbúðamarkaðurinn. En mér finnst eins og ríkisstjórnin hafi verið í sumarfríi. Við höfum ekki heyrt frá ríkisstjórn Íslands nokkuð skapaðan hlut nema þessa glórulausu orð fjármálaráðherra í Kastljósi. Það held ég að ríkisstjórnin sé nú ekki til nema bara formlega sko. Ég held hún starfi ekki sem einn ríkisstjórn. Sem alvarlegt í svona árferð. Einhverju málum sem skipta minna máli en við ekki kannski aðtekli. Það þarf að koma fram og kemur þetta fram í haust þegar að þingið hefst hvernig tekst að halda þessa ríkisstjórn saman og það svo sem kannski erfitt að spá það en þá kemur þá líka í ljós til hvaða aðgerða þeir alltaf grípa til. Ég nefndi áðan hagnaðu drifnu leigufélögin sem velta bara leigunni inn á til leigjenda. Er eitthvað í pakkanum sem segir að það ég setja þak hér á húsaleigu bara sem dæmi og önnur úrræði er vaxta þar að segja að menn fái vaxtalækkun vegna vaxtagjalda í ríkari mæli heldur en verið hefur, hvað með fjölskyldur, með börn og svo framvegis, vaxtabæturnar og svo framvegis, þannig allt þetta ásók sem eftir að koma fram en það kann að vera að þessi vetur verði dálítið sérstakur og dálítið sérstakur og það veit enginn hvenær sem á að kjósa. Það nú kannski gert ráð fyrir síðasta lagi, það ekki, næsta haust. September á næsta ári, en það gæti auðvitað verið. Mér fannst Bjarni svona í Silfrinu á mánudaginn hann var ekkert mjög harður á því. Nei, hann opnaði á sumarkosningar. Já, og ég hef heyrt það víðar og það væri svo sem inn í myndinni að það er kosið fyrir. En það náttúrulega þegar það ekkert hist núna í nokkra vikur, eða lítið, en svo þegar þingið fer að starfa, þá koma sýna þeir á hvað þeir vilja, hvað þeir ætlast til, að þá gæti allt farið í háa loft. Ekki í október sem svona landsfundur hjá Vinstri grænum, ég held að. Já, hann í október, og kannski líklegt að þá verið skiptum fórustum, svo sem veit það ekki en gerir ráð fyrir því að Svandís taki við flokknum.
Stífið. Já, ég var nú að tala við Gunnar Smára hérna áðan og hann heldur að komi bara einhver og taki, já, hún sé ekki svo líklega, komi bara einhver sem við vitum ekki núna hver og Taki yfir? Já. Já, það er vel. Og svo sem kannski eru líka vandamál í öðrum flokkum með forystuna. Það kann að vera að, ég veit ekki með Sjálfstæðisflokkinn hvort að hvort að Bjarni verði áfram forystumaður þegar þetta er einhver tíma lítið. Óvinsilegasti stjórnmálamaður sögunar held ég. En það er eitt sko. En svo er það líka hver á að taka við. Hann getur ekkert sagt af sér nema þeir sem búin að skipulega geta svolítið áður. Það verður náttúrulega þessar konur bíða eftir ár eftir því að verða formenn. Já. Þannig að ráðherrarnir þrír, það er bíða allar eftir því að verða formenn. Það verður ekkert vandamál hjá þeim. Það er einhver slagsmál en svo leysist það bara. En það er, það er nú sko formenn yfir hverju og hvernig sko. Hvernig formenn myndu vilja vera, það skiptir væntanlega máli sko. Það var maður hér fyrir Sjálfstæðismaður núna í hérna miðflokknum, Tómas Ellert Tómasson, í þætti hjá okkur á sunnudaginn og hann sagði Sjálfstæðisflokkinu vera bara einsmálsflokk og það væri þess bara gæta hagsmuna hinna ríkustu. Já, það er nokkuð til í því. Það getur verið en voru vitað svona eins og málin liggja í dag, þá eru vitað samfylkingin verður vantilega sigur á kosningarna en eitthvað annað kemur fram og munum þá leiða næstu ríkisstjórn. Ég held að það sé augljóst mál að þeir munu ekki vilja fara í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn. Ertu viss? Ég er nokkuð neginn alveg viss það þó ég sé ekki inn að búa maður þar. Það hefði nú líka sagt VG fyrir 8 árum. Sem það gæti náttúrulega gerst líka og maður kannski óttast er það að Sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn og Framsókn ekki saman myndi meirihluta þó þau séu allir að tapa nema miðflokkurinn að þá næði þeir meirihluta 3 eða 4. Það væri hræðileg stjórn. Já, ég er alveg sammála því að það væri alveg hræðileg stjórn. Ef það kemur til þeim hætti. Það er alltaf hægt að hugsa sér veri blöndu af ríkisstjórn þessu landi. En það er ekkert ólíklegt að það geti orðið. Bara til þess að koma í veg fyrir það að samfylkingin kom í stað. Já, akkurát. Þannig að stoppa flug Kristrúnar. Já. Og menn eru tilbúinir ýmislegt til þess að halda völdum. Það þekkjum við náttúrulega frá Sjálfstæðisflokknum. Hann er valdaflokkur. Númer 1, 2 og 3. Og tekist ágætlega upp í því, sko. Gengst upp í því bara. Já, við erum búin að vera meira og minna í ríkisstjórnum bara síðustu mannsaldra. En menn muna svo sem eftir því, við munum kannski allir eftir Viðreisnarstjórninni sem var hérna 59 og 71 og hafið það för með sér Alþýðuflokkurinn bar sitt barr ekkert eftir það sko sem dæmi og samverður þetta gerast núna í samstarfinu hjá Vinstri grænum með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Það var náttúrulega ekkert, hann fór ekkert mjög stór inn í þá ríkisstjórn. Hann var búinn að tapa áður, Alþýðuflokkurinn. Þannig að hann hélt sínu, þessum 13% hélt út í gegn. Sko þeir vissu það að þeir gætu ekki farið í samstarf með Sjálfstæðisflokknum nema að hafa eitthvað stórt mál sem þeir gætu sagt við náðum þessu fram og þeir náðu EFTA og opnun viðskipta til útlanda. Sama gerðist þegar 1991 þegar Jón Baldvin fer í samstarf með Davíð gegn tryggingum það EES komist í gegn. Já. Sem að Davíð hafði verið á móti áður. Já, sem Davíð hafði verið á móti áður. En sá að það var eina leiðin fyrir hann til þess að komast í ríkisstjórn var það að lofa þessu og hann stóð við það. En það ég held að Jón Baldvin hafi sagt mér þess að sögu hann hitti Davíð fyrst í Viðey og þá var hann sagt að þetta væri forgangsmál á hans hálfu og þá sagði hinn bara yes sir. Og þá var Davíð búinn að fá það sem Jón Baldvin búinn að fá það sem hann helst stilti. Hann var búinn að reyna hinum og þeir voru sko 4-5
sem ekki vildi skuldbinda sig. Hjörleifur og einhverju fleiri. Svo sparkaði við Davíð Jóni Baldvin og tók Framsókn inn í stjórnina fljótlega eftir þetta. Það var snemma svona ógott á milli þeirra. Það var nú aldrei neitt elsku mamma á milli þeirra. Nei. Þeir voru svo mjög óskaplega ólíkir karakterar og voru í raunverulega allt annar í ferð. Davíð var bara í að styrkja Sjálfstæðisflokkinn og sjálfan sig og öflin sem voru í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að Jón Baldvin var í hugsunarferð með EES og það gerði þetta allt öðruvísi. Það efast enginn það, þetta var hans hugsun alveg. Já, hann byrjaði á þessu og hann á þetta mál frá byrjun til enda. En talandi kosningarna næstu, það er erfitt að spá, ekki síst framtíðina. En auðvitað muna menn eftir því, eins og með Alþýðuflokkinn að var ekki Gylfi Þ sem var eini kjördæmakosi þingmaðurinn tíma og tók með sér þá uppbóta þingmenn. 71, jú. Og 71 einmitt þegar stjórnin Viðreisnin hætti og sama var þetta segið með Loga Einarsson. Hann var eini kjördæmakosin fyrir Samfylkinguna og þannig að það veit enginn svo sem hvernig talið verður upp úr kjörkossunum þegar upp er staðið sko. Nei. Harold Wilson sagði eins og frægt er orðið að ein viku í pólitík væri langur tími. En það er náttúrulega sko þá var Alþýðuflokkurinn eins og 71 að koma úr löngu samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, 12 ára samstarfi og féll í kosningum, það var bara og sama var með Loga, þá var flokkun ekkert stór fyrir sko. Nei, hann hafði ekki verið í sko, það hafði verið vinstristjórnin með Jóhannu. Já. Og Jóhanna náttúrulega klauf Alþýðuflokkinn eftir 90. Þá klauf hún hann, því hún vildi verða númer 1. Og síðan myndu þessi stjórn, eða myndi stjórnin með Skólastofnun og þjóðvaka, þetta ekki talað það? Jú, og Hraunstjórnin sem myndið undir 2010 það er eftir það sem að Samfylkingin hurkast út og 9, Sjálfstæðisflokkurinn var ekki þar að verki 2013, merkilegt með Samfylkinguna og jók þessi fylgi mitt eftir hrunnið sko, þó hann væri hrunnstjórnin. Hún jók verulega þessi fylgi þar og svo verður undantekning sem Jóhanna forsætisráðherra og sú stjórn var ansið mikið káastjórn. Gerðavísi margt ýmislega mjög náttúrulegt og gott. Þau voru bara að ausa bátinn, þetta var nú það var náttúrulega innri það var Rústa Björguna það var aðeins að verða það við þau sko. Já, ég er að segja að þau gerði margt gott sko. Ég er ekki neitt að því en það var bara innbyrðið á milli flokkana svo mikill óeining og jáfnvel innan flokkana líka. Þetta voru stórmál. Við erum söguna villikettina í VFG á þessu tíma það tvístraðist út heim alveg bara allt kjörtíðanbili. En samt sem áður var þetta, held ég, svo stjórn sem varð að taka við þessu búi eins og þá var. Ég heldur náttúrulega almennt hafi gert þetta bara þokkalega vel, ég verður að segja alveg eins og er og Steingrímur auðvitað Sigfús var hann auðvitað eiginlega prímusmótur í þessu og ekki síst var Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Sem að lagði nú línuna. Og það verður alveg ótrúlegt hvað þeir náðu vel saman að ljúka þessum málum á sínum tíma. En nú erum við sko tíminn er svo afstæður sko. Við erum að tala um tíma frá 2008 þegar að hrunið verður sko. Það er bara mikið til að ungu fólki í dag sem eru kjósendur núna næsta ári eða næsta vetur sem hefur ekki hugmynd hvernig þetta hrun var yfir höfuð. Þekkir ekki borki forsöguna eða áframhaldið. Þannig að það þyrfti nú helst að hafa þessum skildunum bara í skólum að kenna fólki hvernig þjóðin komst út úr þessu hruni. Það var ævintýralegt. Það var dimmt yfir okkur þegar að Guðbless Ísland. Og ekki gleyma því að Landsbankinn greiddi allar skuldir ISAF. Það er svo Björgólfur Guðmundsson sagði reyndar í Kastljósi og rólegur þetta. Landsbankinn mun borga þetta. Sem og svo það er
áður við hættum þessu, Hrafn, þú skrifaði grein sem ég nú birti á miðjunni framferðið Hagkaups eða Hagkaupa út af vínsölunni. Þú ert ekki ánægður með það? Nei, ég það ekki, menn þetta afskaplega einföld afstæð hjá mér. Ég tek bara undir það sem heilbrigðisstéttin hafa lagt til í þessu máli. Bæði umboðsmaður barna, landlæknir, foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum og bara mjög margir. Ég þekki margir heilbrigðisstéttum sem hafa einmitt lýst ánægju yfir því að ég skulle hafa skrifað þessa grein. Mér finnst þetta ekki koma til grein að vera að fara að selja áfengi í verslunum vegna þess að aukið aðgengi að áfengi hefur það einu í för með sér að áfengisdrykkjan eykst. Bæði unglingadrykkjan og önnur drykkja. Og menn segja sem svo, já, þá har hún það verið með ákvæmnar forvarnir í gangi, eitthvað slíkt. Nú það eru fleiri hundru mann sem bíða eftir því að komast inn hjá S.A.A. sem dæmi. Þannig að mér finnst svona mín skoðun svo, ég held að þessi bara skoð meirihluti Íslendinga, að menn eigi bara versla við áfengisverslun ríkisins og þarna sé verið að fara fram hjá lögunum heldur betur. Því að menn að komast inn í Hagkaup, skanna eitthvað sem við ætla að kaupa og svo þegar þeir eru búin að kaupa vörur þá býður flaskan við afgreiðsluborðið. Og það sem eru þetta kannski sorgmætast við þetta er það að lífeyrissjóðirnir eiga langstærstan hluta í Hagkaupum og hérna maður velti fyrir sig bara að siðferðislegum fjárfestingu þegar menn eru svona að fara svona í svig við lögin eins og menn ætla sér að gera sko. En það er hluthafafundur á föstudaginn hjá Högum og við skulum bara vona það að menn sláu þetta út af borðinu. Hefur einhverja trú á því? Ég neitt fyrir mér í því. En það er hluthafafundur og ef maður skoðar hluthafalistan þá er þetta einvörðungu lífeyrissjóðirnir sem eru hérna á Sögjan er hérna Vanguard sem er mjög þekkt og virt fjársýslufyrirtæki í Bandaríkjunum sem eiga á þarna hluta til og Kaldbakur er það ekki Þorsteins Más og þeirra kann að vera en hann hljómar þannig en allavega er það þannig að lífeyrissjóðirnir eru langstærstir þarna og þó að lífeyrissjóðirnir séu sko út af fyrir sig ekki að skipta sér að stjórnum einstakra fyrirtækja þá eru þau að tilnefna með einum öðrum hætti þá stjórn sem að er þar og ef að þjóðin er á móti þessu þá og lífeyrissjóðirnir eru þjóðin út af fyrir sig þá held ég að þessi augljósmála menni ekki að leika sér með eldin með þessum hætti. Þröstur, hefur þú skoðun á þessum máli? Ég verð alveg sammála honum. Ég held að það yrði mikið mikið slys ef farið yrði að opna og auglýsa eins og heyrir í erlendum fjölmiðlum hvernig áfengi er auglýst og út allt og það vitum við á reynslunni, við erum ekkert að loka augunum fyrir því að það myndi stóraukast unglingadrykkja með þetta, myndi stóraukast og ég hef ekki nokkra trú á því að allt í einu færum að dæla einhverjum milljörðum inn í velferðarkerfið til þess að reyna að koma á móti, ekki nokkur. Þetta myndi meira og minna að fara hér í göttuna bara. Já, og líka á meðan að þetta er gegn íslensku lögum sko. Já. Það skiptir nú engum máli sko. Það skiptir nú ekki því að það er ekki gert við því. Nei. Þeir sem er bannaður varnaraðilinn sjálfur bannar vörnin að fara til taka máli til dóms. Eins og þegar Bjarni bannaði raunverulega áfengisverslunin að fara í mál við það sem voru að brjóta lögin. Það er nú dálítið makalaust sko. Og fáheyrt að slíkt kom upp af því að hann var þeirra skoðunar að þetta væri allt í lagi. Það var hans skoðun meira við heldur en lög landsins. Þá er illa fyrir okkur komið það verður gilda bara hér og þar. En tíminn okkur er á þróttum. Þetta búið að vera bara gaman, Hrafn og Þröstur. Takk ykkur mikið vel fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Og ég held að sé Björn Þorláksson sem tekur við núna rétt eftir. Sæla sinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið sæl og blessuð. Ég er með blað hérna frá Heimildinni
hátekjulistin, tekjuhæstu Íslendingarnir. Það er svona, maður heyri það á kaffistofunum að þar er margir að ræða ofur tekjur sumra. Við okkur hættir til þess að ræða minna hve margir Íslendingar er á lágum tekjum. Og ég fengið hérna góðan gest að rauða borðinu til þess að minna aðeins á það. Hún heitir Kristín Heba Gísladóttir hjá Vörðu. Velkomin til okkar. Takk. Varða er rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, ekki satt? Jú. Og hérna, mér langar að ræða þess við þig kjaramál láglauna kvenna sérstaklega. Svona, og veraldlegt hlutskipti þeirra barna sem að búa við lægstar tekjur þegar kemur að ráðstöfunartekjum heimilana. Því það er svona eins og þessi hópur kannski, eins og ég rétt nefndi hérna í inngangnum, að við svona beinum síður spjótunum að þessum. Við erum að tala 30 milljóna króna reynsróverana, eins og hérna Kristján Þórður hjá ASÍ. Rafiðnaðarsambandinu. Já, Rafiðnaðarsambandinu hérna ræddi í færslu Facebook í dag. Við erum svolítið þar og við erum jafnvel að tala sko alla þá andúð sem að hvelfist yfir samfélagið út af skólamáltíðum. Að bara það er mjög margir reiðir yfir því að börn frá tekjulágum heimilum fái fríar skólamáltíðir. Þannig að þetta stendur svolítið svona á haus, finnst manni sumt. Og í þessu blaði sem ég vitnaði til, þá hefur þú sem sagt skrifað grein sem að hérna mig langar undir fyrirsögninni velferð á kostnað láglauna kvenna. Og mig langar bara svona í upphafi til þess að biðja þig að segja okkur söguna á bakvið þá fyrirsögn. Hún er í rauninni tvíþætt. Hún er bæði sem sagt svona starfstengt en hún er líka persónuleg. Og hérna ég, eins og margar aðra konur, er með börn sem eru svo lánsum að fá að vera á leikskólum hjá frábæru starfsfólki. Og hérna, og maður svona ber rosa sterkar tilfinningar til þessa stofnana, það sem að börnum manns eru meðan við foreldrarnir erum í vinnunni. Og hérna ber alveg svona djúpstæða væntumþykju og virðingu fyrir hérna starfsfólkinu. Fjöregg okkar í hundaði. Akkurat, já. Og hérna, og þannig að maður hérna hitti þetta frábæra fólk á hverjum degi, þetta eru þetta aðalega konur og svona á einhvern veginn rauninni allt sitt sko líf undir þessu frábæra starfsfólki. Já. Og framtíð barnanna og maður, þú veist, maður myndi ekki líða vel í vinnunni nema maður vissi að vera vel hérna hugsaði börnin sín og hérna og það finnum við alltaf því hvernig börnunum okkar líður þegar við komum heim á leikskólanum og allt það. Síðan, þannig að þetta er svona einn partur og síðan var Varða að taka þátt í rannsóknarverkefni sem heitir Working Class Women eða hérna konur í láglaunastörfum sem var svona hérna rannsóknarverkefni sem var komið að fót árið 2022 fekk styrk úr Jafnréttissjóði sem Byggðarannsóknarsjóði og Rannsóknarsjóði Háskólans á Akureyri og leitt af Berglindi Hólm Ragnarsdóttir sem er lektor við Háskólann á Akureyri svona, en það er í þessu verkefni fræðakonur við Háskólann á Akureyri, Háskóla Íslands og svo erum við Varða í Vörðu hérna hluti af þessu. Og markmiðið með þessu verkefni var að skoða sem sagt stöðu kvenna eftir mismunandi stéttum og það er svolítið nýtt og virkilega spennandi og við erum auðvitað við erum í smá vandræðum varðandi rannsóknir að það er mjög þekkt að það er erfiðara að ná til láglaunahópana og ná til fólksins sem er jaðarsett á vinnumarkaði eða jaðarsett í samfélaginu með láglaun, situr ekki við tölvu í vinnunni og getur verið að svara spurningakönnunum á vinnutíma og allir þessi veruleiki er eitthvað sem við þekkjum mjög vel og birtist í niðurstöðum rannsókna að oft er þessi hópur mjög svona hérna veruleiki hans kemst ekki nógu vel á framfæri af því að við erum ekki að safna gögnum hann því að taka sig þátt í svona könnunum. Og þau þekkingar gap. Algjörlega, já. Þannig að við höfum verið að vinna þessu í rannsóknum Vörðu
gengið mjög vel að fá svör frá þessum hópum í gegnum samstarf okkar við stéttarfélögin. Og það sem við gerum með þessu verkefni var að við óskuðum eftir því að Efling gæfi okkur leyfi til að taka úrtak með kvenna í þeirra stéttarfélagi og þannig náum við inn í þessu könnun svörum frá hópi sem við erum erfiðar að ná í. Og síðan greinum við rauninni allar niðurstöðunar eftir þá menntun, launum og svona starfstétt. Með það markmiði að skoða mismunandi stöðu kvenna, af því að konur eru bara mjög ólíkur hópur og það sem er gegnumgangandi í öllum niðurstöðunum er að konurnar sem eru á lágum launum, sem þá 500.000 eða minna árið 2022 þau lögum fyrir, að þær búa við verið fjárhagsstöðu og þær hafa minni trú á hinu opinbera kerfi. Ef við spyrjum telur þú að þið opinbera myndi aðstoða þig og verði taxasett ef þú þyrftir á því að halda, þær hafa minni trú á því, líkamlega heilsa er verri, andleg heilsa er verri, þær hafa frekar þurft að neita sér hluti fyrir sjálfa sig, bara að kaupa kuldaskó eða hlýja úlpu, fara í klippingu á hárgreiðslustofu og síðan eru börn þeirra verðsett af því að þær hafa ekki haft hafa síður efni á öllum þeim þáttum sem tengjast börnum og við spyrjum þær hafa frekar þurft að sleppa því að borða sjálfar sjá til þess að börnin þeirra fá nú að borða og sagan er bara svo algjörlega skýr, þannig að í rauninni höfum við hjá Vörðu, það sem við höfum gert í okkar rannsóknum hingað til er að við höfum séð að það er alveg augljóst að einstæðir foreldrar búið við mjög krökkjör og slæmastöðu, hærra hlutfall þeirra heldur en fólks í öðrum hópum. Síðan eru það innflytjendur, síðan eru þetta fólk sem er á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri eða örorkustyrk, en svo eru það líka konurnar á lægstu laununum. Og ég veit að konurnar á lægstu laununum eru þær sem að halda upp í velferðarkerfinu okkar. Þær eru í leikskólunum með börnin okkar, í grunnskólunum, í öllu stoðkerfinu þar, heilbrigðisþjónustunni, öldrunarheimilunum. Þannig að þá er ég bara stolt í reið og skrifa þessa grein. Það er gott hjá þér að reiðast og skrifa greinar. Þetta er náttúrulega ótrúlega sláandi að heyra þig segja að það séu til konur hér sem að meina sér mat til þess að börnin þeirra fái mat. Já, það er þannig í okkar samfélagi. Já. Og þetta er aðeins tilfinningin þegar ég heyri því segja þetta, hún er pínulítið eins og að ég sé komin 150 ár aftur tíman í huganum. En svo veltur maður fyrir sér, þetta er svo sem ekki skrítið, því að maður þekkir nú bara mörg millistéttarheimilin með 2 fyrirvennur núna, miklu hærri laun en þessar 500.000 krónur tekjur sem þú ert að tala þar sem að fólk berst þvílíkt í bakkann. En hvernig er líðan þessara kvenna? Hún er mun verri heldur en kvenna sem eru með hærri tekjur og hún er líka í rauninni konu með menntun og grunnskólastigi, líðan þeirra er verri heldur en kvenna sem eru með háskólamenntun. Þannig við sjáum að klínist þunglindi, klíniskur kvíði og klínisk streita mælist hærri í hóp kvenna sem eru á lágum launum. Og það er líka áhugavert að við vorum að spyrja líka svona samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs og vorum að skoða hvort að konuna væri með áhyggjur af börnunum og heimilinu meðan að væri í vinnunni annars vegar og líka hvort að væri með áhyggjur af vinnunni og vinnutengdum verkefnum þegar það væri heima. Og þar kom sáu talsverðan mun á milli hópana þar sem konur á lágum launum í meira mæli með áhyggjur af heimilinu og börnunum þegar þeir eru í vinnunni og það líka endurspeglar mögulega líka bara mjög ólíka starfsaðstæður og Sólveig Anna formaður Eflingar benti mér á að ég meina þú ert að vinna í leikskóla og þú ert ekkert með símann, þú mátt ekki vera með síman á þér í vinnunni, þú ert kannski með stelpabarn sem er eitt heima, búið að vera veikt og
í staðin fyrir að þau sem að fá bara að vera með síman í vinnunni og getur bara hringt í barnið sitt og aðtöku hvernig þið líður. Þetta er rosalega ólík staða og mjög streituvaldandi auðvitað. Já. Ein dóttir mín, hún vann á leikskóla skeið. Þetta einhver lélegustu laun sem hún hefur haft. Já. Og hún talaði starfsmannaveltuna. Já. Hún var óbóðslega mikil. Já. Og eins og þú bendir á, það varla hægt að hugsa sér ábyrgðar meira starf. Nei. Hissnir allt á haus. Já, ég held að sé hægt að segja það. En ég meina, það auðvitað búið að viðurkenna þennan vanda í rauninni. Ég meina það við vitum auðvitað fyrir að fyrsta er vinnumarkaður mjög kynskiptur, það sem að hærra hlutfall körlum starfa hjá einkareknu fyrirtækjum en hærra hlutfall kvenna starfa hjá ríki og sveitarfélögum bara hjá henni opinbera og við vitum líka að launamunur kynjanna það sem að er eftir af honum skýrist hvað mest af vanmati og virði kvennastarfa og auðvitað í síðustu kjarasamningum var þá er inn í honum og það er að vinna að því að endurmeta virði kvennastarfa og þessa í rauninni þess að varst að segja þessi búið snúa alltaf á hvolf þegar mikilvægastu störfum sem eru auðvitað það að annast börnin og það sem eru sjúkir og veikir og aldraðir. Ég held að okkur finnist það öllum, þú veist, það snertur okkur öll. Já, ef við gefum okkur tíma til að staldra við og hugsa. Já. Þannig að það er og við þurfum að meta það í mun meira mæli til launa. Já. En þú veist, ég baði að ræða líðan kvenna. Ertu með rannsóknir sem sýna líðan barna? Nei. Nei, það eru ekki með. En við erum auðvitað það sem að við höfum verið að gera núna undanfjörin líklegast, 3 ár er að við erum að spyrja í könnunum okkar þá erum við að spyrja fólk sem er með börn yngri en 18 ára á heimilinu hvort að það hefði ekki getað greitt fyrir ákveðna þætti fyrir börnin sín. Þannig að við höfum verið að vakta það tiltölulega vel og og sjáum auðvitað mjög ólíka stöðu eftir mismunandi hópum þar sem að þá láglaunakonur, innflytjendur, einstæða foreldrar og fatla fólk það eru mun meira mæli eða hefur ekki efni á þessum þáttum sem við erum að spyrja og í þeim þáttum til að mynda skólamáltíðir sem að nú stendur til bóta en það sem mér svíður auðvitað líka alltaf að sjá að við spyrjum hvort að fólk hafi vegna fjárskorts ekki geta greitt fyrir skólaferðalög eða viðburði tengdum skólastarfi og það myndi ég segja ákveðið forgangsmál að öll börn fái að taka fullan þátt í skólastarfinu og það sé ekki háð fjárhagsstöðu foreldrana að tengja það einhvern veginn ekki inn í skólastarfi þannig að þú sértu með þessar dýruferðir, skólaferðalög og fleira sem bara er dýrt og það hafa ekki allir efni á að greiða slíkan kostnað Nei, því miður þá hefur mér fundist sem foreldri í marga áratugi að það sé svona meira viðbótar kostnað stundum núna í seinni tíð heldur en var fyrir 30 árum. Já, ég geti trúað því. Þetta er ákveðið áhyggjefni. Já. Maður sér líka í tómstundum barna og ungmenna að það ef við tökum til dæmis boltaíþróttir handboltalið 16 ára stelpur eða strákar sem að taka sig upp ferðast til segjum bara Svíþjóðar á alþjóðlegt handboltamót að það eru ekki mörg börn í því liði sem eiga tekjulága og það mögulega 1 barn en varla fleiri í þessu liði sem einstætt foreldri og skólinn, ég veit ekki hvort við fylgst með umræðinni hjá okkur hér við Rauðaborðið en síðustu vikur þá höfum við verið að ræða dálítið mikið líðan ungmenna og barna
skólamál, menntamál og við höfum ein spurningin sem við höfum verið að spyrja alls konar fólk, það sko hvort skólinn sé sumpart hættur að virka sem það jöfnunartæki sem skólanum var ætlað að virka en það kannski svolítið snúið að finna jöfnunartæki þegar tekjumisskipting eins mikil eins og raun ber vitni eða hvert þitt sjónarhorn á það? Ég get allavega bara sagt út frá þeim svona niðurstöðu sem við höfum að þá myndi ég segja það alveg ótækt að það hafi ekki öll börn fullan aðgang að skólastarfinu og ég held að þurfi náttúrulega að og ég meina og liður í þessu varðandi skólamáltíðinnar það að það þurfi að reyna að afmá í rauninni þessa fjárhagstengingu foreldrana við skólakerfi og það var bara algjörlega óháð því og vera ég meina það væri mikið jöfnunartæki að sjá til þess að skólakerfi sé algjörlega gjaldfrjálst fyrir börn myndi ég segja þannig að það sé þá einhver grunnur í okkar samfélagi að börn verði ekki einhvern veginn jaðarsett inn í skólakerfið ég held að við séum flest þar að það sé mjög óeðlilegt en síðan hafði þetta verið gerðar rannsóknir og langtíma rannsóknir þar sem hefur verið fylgst með líðan barna og við vitum að þar eru vandamál og líklegast eru orsakir fjölmargar og alltaf náttúrulega erfitt að einangra orsakirnar fyrir stöðunni sem við sjáum en auðvitað var það rannsóknarstofnun í eigu ASÍ og BSRB og við höfum auðvitað verið að einblína mjög á þessa fjárhagsstöðu og ég held allavega að það yrði mjög jákvæð áhrif af því að jafna stöðu þessa hópa sem við erum ítrekað búin að benda á að standa höllum fæti í okkar samfélagi og ég vissum að það myndi hafa jákvæð áhrif á þessu víðsvegar í okkar samfélagi inn í skólakerfið varðandi líðan fólks að ef það yrði lagað og auðvitað þetta tengt síðan stöðuna húsnæðismarkaði og við erum auðvitað líka með til dæmis sjá konunum á láglaununum og þær eru í miklu meira mæli í leiguhúsna og almennum leigumarkaði og það sammerkt með öllum þeim hópum sem við erum að benda á að búi verri fjárhagsstöðu, einstæðaforeldrar, innflytjendur, láglaunakonur og fatlað fólk og það auðvitað líka atriði sem bara algjörlega nátengt lífskjörum fólks og stöðu þessi í samfélaginu og þessi svona og auðvitað hefur maður svona kannski áhyggjur af því núna að það sé alls ekki að skána staðan að það sé að vera alltaf sífellt erfiðar og erfiðar að komast inn á þennan húsnæðismarkað og þetta muni erfast til barnana foreldrar á leigumarkaði og líku bassins þá og komast á það lítur að vera mjög mikil hætt á því efnahagsáherslunar sannlega íta undir vítarhingin að fólk sé að festast fastar og fastar í vítarhingnum við sáum fréttum daginn sem að sagði að ungt fólk sem að reyna að fjárfesta í húsnæði það þarf helst að hafa meir en 1 milljón í mánaðartekjur sem eru þá tvöfalt þær tekjur sem að konurnar sem við erum að ræða hafa en ég myndist aðeins á skólamáltíðirnar og hefur þið séð einhver góð rök koma fram það að gjaldfrjálsar skólamáltíðir séu vond hugmynd? Nei og þetta náttúrulega bara ég meina þetta bara endurspeglar hægri og vinstri pólitík og það höfðar mismunandi tilmask eftir hvað maður stendur sjálfur í sínu pólitíska hjarta en það sem ég hef heyrt bara svona af fólki og í rauninni finnst mér eða svona ég upplifi þetta svolítið sem dæmi það sem ekki alveg samfell á milli stjórnmálana
og þeirra svona sem hafa rými til að segja sína skoðanir og síðan bara venjulegs fólks sko, að mér finnst bara foreldrar gríðarlega ánægðir með þessa breytingu telja hún sér til góðs fyrir sig og sín börn og efna minni hópa þannig að mér finnst svona fólk sem ég umgengst vera gríðarlega óháð því hver að stendur í pólitík mjög ánægt með þessa breytingu og spennt fyrir bara framkvæmdinni sko. Já. Finnst þið fjölmiðlarnir draga upp aðra mynd? Já, mér finnst ég að fá í fjölmiðlum aðra mynd heldur en ég fæ bara við að tala við fólki í kringum mig, já. En kannski er maður í einhverjum barnmásaldi. Nei, ég er ekki viss það, sko, ég tek undir þetta. Eins og með Palestínu, það er svona, Mér finnst það orðið svolítið rof á milli þess, sko, mér fannst bara í gamla daga, ég náttúrulega er gamall, en mér fannst bara meiri samhljómur á milli almennu skoðana almennings og þeirra raddar sem við fengum í svokallaðum megin straumsfjölmiðlum eða þessar stóru fjölmiðlunum og það leiðir til ákveðinar firringar sko, finnst mér að almenningur sko það vantar svolítið þessa stoð sem að sko ef allt er gott í samfélagi og réttlátt þá er svona traustbönd á milli almennings og þeirra almannahagsmuna sem að fjölmiðlar, víðlesnir fjölmiðlar hafa á setja á oddinn og núna er svolítið eins og sko að enginn fái skjól af neinu þannig að sko það getur bara verið bara snúið fyrir 15 ára gamalt ungmenni að átta sig á því hvort gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru gott dæmi mannúð og jöfnuð. Það getur verið snúið fyrir 15 ára gamalt barn að mynda sér skoðun á því hvort fatlaði drengurinn sem við ætlum mögulega að senda aftur út í opinn dauðan og erum mögulega bara að kvelja með aðgerðarleysi núna, verðum við að gera það. Verðum við bara að passa Ísland fyrir vondu útlendingunum sem eru bara að reyna að leggja undir sér landi. Verðum við að fórna þessum dreng. Þetta eru skrýtnir tímar og mjög hart keyrt á hörku og svona mannamun. Og við sjáum þetta alltaf finnst mér birtast í umræðinni virði okkar sem að kemur upp þú ert bara aumingi, þú ert ekki búin að meika nema þú sért með 5 milljónir á mánuði sko. Og þetta er svona ég veit að rannsóknir þínar þær beinast ekki að þessu félagssviði Nei, en bara svona sem bara manneskja í þessu samfélagi þá svona er þetta dæmi sem nefnir og svo almennt held ég umræðan innflytjendur sem við mjög góð gögnum og og ferð út í það þá hef ég sko stundum sagt að mér finnst stundum eins og Íslands samfélag hafi sko unnið í víkingalottói að hér sé bara fólk tilbúið að koma til Íslands innflytjendur eru með gríðarlega mikla atvinnuþátttöku leiða þennan hagvöxt sem við sjáum hér og samfélagið nýtur góðs af og sinna gríðarlega mikilvægum störfum sem að okkur vantar hendur til að vinna eiga í rauninni fá börn, eru að koma hingað yngi upp þjóðina en koma bara rauninni beint inn á svona inn á vinnumarkaðin þú veist aldurspíramidin verður sko þau koma alveg bara beint til að vinna við erum ekki búin að kosta neinu til þú veist ekki skólakerfi eða slíkt og augljóst að bæði berum við ábyrgð gagnvart innflytjendum sem hafa komið hingað og sko hátt hlutfall ætlar að setja stað á Íslandi og vera og bara búa hér. Þola íslensku skítaveðri. Akkurat, já, og þrátt fyrir veðrið og en erum með mun lægri tekjur og mjög erfiða stöðu húsnæðismarkaði, verða meira fyrir brotum á vinnumarkaði, er í störfum sem að samræmast ekki menntun þeirra, gríðarlega menntaður hópur sem er í
fær ekki nota þá menntun í sínu störfum. Sko, og svolítið eins og málaðir sem óvinnir. Já, allir kostirnir sem þú taldir núna upp í hugum sumra þá víkja þeir fyrir einhverju einu neikvæðu, sko, þannig umræðan svolítið. En sérðu hvað þeir eru búin að gera fyrir íbúðamarkaðin? Þeir eru komnir svo margir hingað að þeir eiga sök á því að það vantar svo margar íbúðir, segir sumt fólk, og horfir ekki að neinu leyti á allt það góða sem að þú varst að telja upp. Og má ekki líka bara segja að 5 milljóna króna mennirnir, sko, þeir sem hafa 5 milljóna krónur mánuði, forréttindi þeirra byggjast algjörlega á framlagi þessa fólk sem að þú ert að nefna. Já. En hvað sýnist þér svona með framhaldið? Eru við sko að horfa á aukin ójöfnuð og mér heyrist á taliðinu að sá hópur sem útsettastur fyrir fátækt, það erlend einhleyp kona. Ég meina, svo getur við verið með svona þætti sem leggjast hver og annan, sko. Já. Ég meina, fatlað fólk líka bara í gríðarlega slæmri stöðu. Og hluti aldraðra. Já, jú. Og við höfum ekki skoðað aldraðra neitt, en maður veit það, að það hluti aldraðra. Og ég held hæra hlutfall kvenna, sko, með skert lífeyrisréttindi. Já. Náðu saman, eitthvað sem bendir til þess að jöfnuður muni aftur aukast? Nú getum við náttúrulega bara að tala út frá svona einhverjum tilfinning, eða þú veist, hvað manni finnst og heldur, en hérna sem á svona mjög sérstökum stað. Við erum með þetta háa vaxtastig sem að hefur lítil áhrif á stóra hópa í samfélaginu, gríðarlega mikil á verst settu hópana, og maður mjög mikla ágjur af bara hækkun á mataverði og hækkun á öllu fyrir þá hópa sem að áður áttu erfitt með að ná endur saman. Og við vitum bara að verja mun hærra hlutfall að sínu ráðstöfunartekjum bara í nauðþurftir. Þannig að augljóslega hefur maður mestar áhyggjur af þeim hópum. Á sama tíma einhvern veginn mikil gangur í hagkerfinu og hátt vaxtastig sem býtur suma og aðra ekki. Síðan auðvitað orðræðan varðandi innflytjendur og flóttafólk, og ég meina, ég ekkert eitthvað sjúklega bjartsýn. Finnst þér láglauna fólk og jaðarsett fólk eiga sér marga málsvara inn á Alþingi? Já, það hefur það. Já, ég meina, mér finnst talað um alla þessa hópa, og ég held að við vitum hvað hópar þetta eru. Það fín gögn, búið að rannsaka talsvert fátækt meðal barna, verið að skoða það enn frekar, en það kannski vantar aðgerðirnar. Já. Mér finnst líka sko bara vinstri mennskan, mér finnst hún öflugri hérna í gamla daga. Og þessi jafnar hugsjón, eins og ég segi, það væri ósanngjarnt ef ég væri að draga þig inn í mitt minni, því að ég náttúrulega svo miklu eldri en þú. En mér fannst bara svona viðhorfin, mér fannst þau vera sko þetta tal með, svo ég komi enn og aftur að svona skólamáltíð. Ég hefði aldrei getað séð þetta rifrildi gjaldfrjálsar skólamáltíðir í nokkrum fjölmiðlum á Íslandi fyrir einhverjum áratugum. Og þess vegna segi ég sko, mér finnst bara svona jafnaðar, bara hugmyndinu jöfnuð, mér finnst hún ekki njóta eins mikillar hylli í fjölmiðlum og þeim sem eru svona, þess að talað að eigi að vera pendúl og skoðanir almennings. Og við sjáum náttúrulega, ég veit að þú ert ekkert að fara með mér í spjall pólitík, en við vitum náttúrulega að þegar flokkurinn sem miðflokkurinn að vera stærri en sjálfstæðisflokkur út á ákveðna svona hörku í útlendingamálum og ekki mikill jafnaðarflokkur sko. Þá eitthvað að gerast. Já, bara eins og bara þróunin í Evrópu. Já, eins og þróunin í Evrópu. Bara
og Ragnar Þór Ingólfsson gengur nú bara að leita fólki boðar einhverjar aðgerðir sem við veitum ekki alveg hverja verða en þetta ástand með vextina og verðbólguna og þetta og hvernig sko þeir sem eiga peningana eru alltaf skortnir endalaust úr öllum snörum og jafnvel bara ítt undir þá sko á meðan láglaunafólkinu blæðir og þeim sem þeim sem skulda, einhvern þeim þetta ekkert svona það ekkert frábært vetrar útlit hjá þessum hópi sem stendur. Nei, alls ekki. Nei. En sko óháð einhvern veginn könnunum fylgi stjórnmálaflokka að þá upplifi ég samt að fólk sé að við og með til dæmis sjálfstæðismenn tala þannig þú veist að ég meina við viljum ekki hafa fátækt fólk og fátækt börn sumir sjálfstæðismenn tala já, mér finnst í rauninni ég meina ég veit til Bjarni Ben að tala að ég meina það muni aukast kostnaðar í velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu og það sé bara fyrir sig og augljóst og ég er ekkit ég upplifa þannig að hjá venjulega fólki séu ekki jafn ótrúlega ósammála eins og það birtist í fjölmiðlum. Nei. Og ég þekki enga mannesku sem er tilbúin til þess að hér séu börn sem eigi vetrarskó eða get ekki verið í fótbolta eða út af fjárhagsstöðu foreldrana. Ég þekki ekki þá mannesku, ekki kynstina þá. Og held að við séum bara meira sammála þetta heldur en það birtist sko. Og ég kannski bara ætla að fá að trúa því En þetta er samt mjög áhugaverð sko, umræða og áhugaverð hugmynd hvort það eru þá sko fjölmiðlarnir sem eru búnir að hvort myndin á samfélaginu er skökk að hluta til vegna áherslunar sem er á fjölmiðlunum. Við sáum náttúrulega borgaralegt blað eins og Morgunblaðið í gær gjörsamlega tekið af fyrrverandi borgarstjóra Dagur B. Eggertsson. Hann spurði hvort það væri engin fullorðin lengur að vinna á Morgunblaðinu. Þessari stofnun sem blaðið var, sem nauti virðingar 95% landsmanna leyfi mér að fullera fyrir 30-40 árum. Og Já, en mér finnst kannski þetta dæmi vera mér finnst svona mál sem eru ekki stóru málin í okkar samfélagi fá ótrúlega mikið pláss í umræðu en mér finnst þau kannski ræða minna heildarmyndina framtíðarsýnina fyrir okkar samfélag og okkar þjóðskipan bara hvernig samfélag vilja byggja hverju stóra myndin og ég held bara ef við værum meira að tala um stóru myndina bara tækifæri barna stöðu fjölskyldufólks vinnumarkað, ég meina þessi bara svona stóru línur að þá held ég alveg talað að 90% Íslendinga séu sammála það er stórt, gott heilbrigðiskerfi sem allir hafa aðgangað gott skólakerfi sem börnunum líði vel og þau læra að lesa jöfnuður eða þannig, við viljum ekki hafa fátækt fólk hafa gott húsnæði til að búi og þannig ég held sko ég upplifi stundum að umræðan sé toguð í mjög afmarkaða og svona litla þætti Þú sagðir jöfnuður, við viljum ekki hafa fátækt fólk það er ekki langt síðan Bjarni Benediktsson var spurður út í jöfnuð hann vill ekki jöfnuð Sjálfstæðisflokkurinn leggur ekki áherslu á jöfnuð. En ég er viss það að fólk í sjálfstæðisflokknum sætti sig ekki við það að hér séu fátæk börn sem fá ekki að borða. Nei. Það er ég ætla að trúa því. En við og hinn og þú og þau og allt það sko. Þannig að ég ætla að fara að verja eitthvað sjálfstæðisflokkin nýtt ekki akkur að fara inn í þetta. En það var bara gott hjá þér að skrifa sig grein. Takk. Gott hjá þér að minna okkur á ósýnilega hópa og gott hjá þér að minna á ég fór strax að hugsa til bara einmitt allra þeirra yndislegu starfsmanna sem hafa fóstrað mín eigin börn á lífsins göngu. Já, og foreldrar manns. Og hvað ég á þeim margt að þakka. Já. Og bara síðast í fyrradag fékk ég óbáslega fallega kveðju frá
fullorðinni mannesku sem var leikskólakennari eins barnsins míns fyrir áratugum og þá mundi ég sko, þá mundi ég hvað það barn 2-3 ára gamalt hvað það fékk mikinn stuðning akkurat frá þessari mannesku og þá fann ég hvað mér þótti vænt hana og þetta alveg inn í hjarta sko. Já, og þetta fólki sem að breytir lífi okkar algjörlega og gerir og er í aðstöðu til þess að gera líf barnan okkar að ævintýri þegar kannski þau stefna inn í dimmuna að geta náðum út Já, ómetanlegt og samfélag verið lamað á þessari kvenna, það er þannig einmitt. Kristín Heba Gísladóttir, kæra þakkir fyrir komuna. Takk. Og þá förum við í aðra sálma. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, við ætlum að tala hjónamatið sem nú ein af, ég held að það sé kennt í félagsfræðinni sem ég lærði þegar ég var 12 ára, það var einn af svona stofnunum samfélagsins. Hingað komin Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor. Þú ert að fara að halda fyrirlestur svona efasemdir löngu liðinna kvenna þessa stofnun. Einmitt, það passar, ég svona að skoða þarna fyrst og fremst ákveðið tímabil í sögu Vestur-Evrópurinni, svona, þetta aðalega svona 17. og 18. öldin, svona fyrir hluti, það sem kallað nýöld og ég náttúrulega sem heimspekingur hef svona aðalega verið að skoða þetta út frá svona heimspekilegum skrifum kvenna á þessum tíma. En það náttúrulega ekki bundið við það, en það var nú kannski svona á þessum tíma ekki þessi skörpu skil milli greina eins og varð síðar, en þannig að þetta svona, ég skoða alveg líka eitthvað af svona öðrum skrifum, skáldskap og öðru. Fyrst og skannaði ekki. Hvaða skoðum þær hefðu á þessu? Já, og það sem ég svona fór að leita uppi, það í rauninni svona gagnrýni í skrifum þeirra á bæði hjónabandið og svona ýmislegt sem tengdist því og svona stöðu kvenna á þessum tíma. En það hjónabandið á þessum tíma, þá var konan að hvað? Ganga inn í fjölskyldu eiginmannsins? Já, ég meina það er náttúrulega þessi svona mynd af hjónabandinu sem sko, svona ákveðinu svona grunnstofnun í samfélaginu sem að tryggir svona eigna tilfærslu og sköpun erfingja og nota oft í bara milliríkjasamningum og eitthvað fleira og tryggja frið. Það var verið að gifta dæturnar sonum andstæðingsins eða samkynhneigðs eða eitthvað slíkt. Einmitt og þannig að konurnar náttúrulega vissulega gegna þarna nauðsynlegu hlutverki, en þær eru samt, það er ekki þær sem hafa valdið og það eru þær sem eru látnar ganga á milli frá feðrum sínum til eiginmanna og ganga inn í svona aðra ætt og aðra menningu stundum. Já, en svo svona sögur það að það koma úr miklu svona menningar löndum og fara inn í svona meiri brútal heim. Einmitt og þetta og það er náttúrulega svolítið sko erfitt að alhæfa af því að þetta eru náttúrulega mörg lönd þarna og svona kannski svolítið mismunandi hefðir og reglur líka og það er náttúrulega svona eitt af því að ég hef verið að svona kannski skoða þetta fyrst og fremst út frá svona í rauninni svona hjónabandi sem ákveðin svona efnahagsleg stofnun og þá eru til dæmis hlutir eins og sko hvort að konur máttu eiga eignir eða sýsla með fé eða eignir að það var svolítið misjafnt eftir löndum en svona víðast hvar var það þannig að til dæmis giftar konur þær
áttengareignir, það var allt skráð á eiginmenn þeirra en það var svona eitthvað misjafnt sko og það til dæmis það svona til í skrifum enskra kvenna þar sem að það horfa öfundaraugum til Austurríkis og tala að þar megi giftarkonur eiga eignir og svona. Og það með meira frelsi. Já. Þannig gagnrýni þeirra fyrst og fremst eignalýsið eða hvað? Já, náttúrulega ekki bara sko. Það er svona þessi gagnrýni sem að sést, það kannski hún snýst skort á sjálfstæði, þær séu fastar og ráði sér ekki sjálfar og svona hafa ekki frelsi og það til dæmis talsvert að þær líki hjónabandurum við þrælahald, að þær séu eins og bara í þrældómi. Og gera eins og þrælandi, taka upp nafn eiginmannsins, þrælandars. Jú, einmitt og ráða sér ekki sjálfa sko. Skipta á nafni föður síns og eiginmannsins. Einmitt, þannig að þær fara frá því að vera eign föður síns til þess að vera eign eiginmannsins. Já, sem afgerandi svona hvað var í gangi. Einmitt. Konur hefðu átt að kalla sig nota X, Marie X. Já, einmitt. Svo við vísum í þá baráttu að ber ekki nafn kúarsins. Jú, einmitt. Og þetta náttúrulega svona alveg kannski verið að ræða þetta ennþá allavega í sumum löndum sko. En svona hugmyndin svona eins og einkvæni að við eigum að para okkur fyrir lífstíð. Voru það ræðast það? Eða þetta hjónaband það sem sko ást skiptir ekki máli? Sko þær svona kannski þær sem eru að setja fram gagnrýni, margar þeirra tala vináttu sem mikilvægasta svona þáttinn í hjónabandi að þurfa að byggja hjónabönd á vináttu en þannig að þær eru kannski ekki svo mikið að tala ástina sko. En þær náttúrulega sumar koma inn á sko, náttúrulega það sem að náttúrulega gerist þegar maður fyrir að skoða skrif frá þessum tíma þá takmarkast það svolítið mikið við skrif eins og skrif kvenna, það takmarkast við skrif kvenna úr efri lögum samfélagsins því að fátækar konur voru ekki að sko mennta sig og skrifa einhver fræðirit eða skáldskap þess vegna sko. Og þannig að það sjónarhorn sem við fáum fyrst og fremst, það svona staða kvenna sem búa ekki við fátækt eða sem að eru svona yfirstétt eða í efri lögum og þannig að það má kannski segja að sko eins og þetta svona þessi skortur á sjálfstæð og frelsi sem þær tala að sennilega það eitthvað sem til dæmis fátækir kallar bjuggu líka við á þessum tíma. Þeir gátu ekkert. Þetta eignaleysi. Já, þeir áttu ekki eignir og þeir gátu ekki valið sér starfsvettvang eða búsetu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi kynjamunur sem hann verður kannski skýrari í efri stéttunum. Af því að þar Þetta munur líka að maður ber saman konur á lægri stéttum og efri stéttum því að við mörgum löndum, ég held að það verið með hér að þá erfðu konur og þær höfðu þar meira sjálfstæði og barátta þeirra að fá að erfa og fá fjárhagslegt sjálfstæði í efri stéttum skiptir engu máli í neðri stéttum þar sem þú erfir ekki neitt og átt ekki neitt. Einmitt, þannig að en svona í lægri stéttunum að þá kannski bara sko sama fátæktin og valdaleysi hjá öllum en í efri stéttunum að það náttúrulega vissulega munur á stöðu konu sem hefur allavega nóg að borða og þarf ekki að þræla allan daginn í einhverjum erfiðisvinnu eða eitthvað svoleiðis og konur sem þarf að gera það en það svona en þá fara þær kannski meira að finna fyrir því að þær mega ekki vera skráðar fyrir eignunum, þær mega ekki og ráða sér ekki sjálfar sko. Og sem kallarnir
svona þeirra eiginmenn og bræður hafa slíkt vald og þetta er mismunandi eftir löndum. Hér hérna erfðu konur eiginmenn sína og sátu í búinu. Já, giftust á oft yngri mönnum og það eru margar ættir það sem að gengur einmitt, maður sér þetta þegar maður skoðar bara Íslendingabók það getur verið bara 30 ára aldursmunur á milli hjóna í sikkur áttina kynslóð eftir kynslóð þannig að það kannski það síður hér en ég veit ekki hvort þú hafi verið að kanna það Já, sko ég er náttúrulega af því að ég var svona, hef fyrst og fremst verið að skoða sko svona heimspekileg skrif þá bara því miður þá finnum maður ekki mikið slíkt frá Íslandi. En hver tillagan hjá þeim? Þeir benda á vandamálið að konur séu ófrjálsar inn í þessu systemi og þá lítur einhver þeirra að segja að það verður nú betra að við hefðum þetta svona eða öðruvísi. Já, sko hver er lausnin? Að leggja niður hjónabandið? Leggja niður hjónabandið, já sko það er náttúrulega kannski svolítið misjant hvað er leggja til, náttúrulega einhverjir þeirra bara reyna að berjast fyrir sko bara auknum réttindum eins og innan hjónabandsins innan hjónabandsins og eins og það til dæmis rit sem að kemur út 1735 svona áskorun til enska þingsins lagabætur frá, hún hét Sarah Chapone sem skrifar þarna þetta svona þennan bækling sem heitir því langa nafni The Hardships of the English Laws in Relation to Wives with an explanation of the original curse of subjection passed upon women og hún þar að svona óska eftir auknum rétti kvenna til eigna og forræðis yfir börnum það til dæmis var þannig í Englandi að ef konur urðu ekkjur eða mistu mannin sinn þá höfðu þær ekki forræði yfir börnunum. Og fjölskylda eiginmannsins. Já. Ég þekkti konu hún nú á lífi ennþá, í Tógó sem var hrakinn af heimilinu og börnin voru eftir í umsjó fjölskyldu tengdafjölskylduna. Þar gildir þetta ennþá. Já. Þannig að það er svona, já, ég meina þannig að það var það sem kannski sumar voru að gera ef við hugsum svona lausnina en svo var náttúrulega það sem að kannski tíðkaðist í þessum efri stéttum, það var að ef dæturnar voru ekki giftar einhverjum þá voru þær sendar í klaustur og þannig að það voru þessir tveir mögulegur, oft réðu þær nú litlu þetta sjálfar en stundum kannski gátu þær geta haft einhver áhrif á það hvort það vildu frekar giftast eða verða nunnur. Þannig að þá hafði fjölskyldar ekki fjárhagslega getu til þess að gifta kannski fleiri en eina dóttur sína. Alveg eins og gerði svo með piltana að þá var það einn sem að gæti erft þetta. Næsti hann var bara sendur í gerður presti. Já, einmitt. Þess að það var ekki eignir til þess að halda honum uppi og þá var verið að kirkja myndi sjá hann. Já. En þannig að það var svona sko eina af þessum leiðum sem voru farnar, það var sem sagt að senda þær í klaustur og sumum hefur kannski bara líka það vel en það kom líka fram svona talsverð gagnrýni á það að þvinga ungar konur í klaustur. Og þannig að það ekki bara þvingun í hjónaband sem gagnrýnt þarna heldur líka þessi venja og það til dæmis rit sem heitir Harðstjórn feðranna frá 17. öld 1643 Ítalíu, hún hét Arcangela Tarabotti sem skrifaði það og hún þar mjög svona gagnrýnin á þetta að þvinga dætur í klaustur. Ein frönsk Gabrielle Souchon á 17. öldinni líka hún hafnar bara alveg hjónabandi og hún sem sagt giftist aldrei og gat ekki hugsað sér það og hún boðaði svona einlífi utan klausturveggja, það að segja að það sem væri best fyrir konur það væri þá að lifa einlífi en það að lifa í klaustri það væri náttúrulega ekkert frelsi heldur
og þannig að það sem að væri þá best, það væri að vera lifa einhverju svona einsettu lífi en vera samt úti í samfélaginu sko. Þannig að þá hafnar þú því að konan geti verið frjáls í hjónabandi. Já, og þær eru... Það er ekki að laga þetta system, þetta hjónaband. Nei, hún greinilega lítur ekki svo á sko. Þær eru alveg margar sem eru þar sko, tala að svona eina leiðin til þess að fyrir konu til að vera frjálsar, það þegar þær eru bara fjarri kallmönnum sko. Og þetta kemur til dæmis fram í svona, það var svolítið svona útópíu skrif sem að voru svona að koma fram á þessum tíma og það er náttúrulega þekkt sko frá miðöldum þarna ritið Borg kvenna eftir Christine de Pizan sem að frá upphafi 15. aldar, gefið út alveg þannig byrjun 15. aldar og hún meira samt svona að verja hjónabandið sko og þá einhvern veginn hugsunin svo að það þurfi að verja hjónabandið sé að verja stöðu kvenna fyrir einhverjum svona kvennhatandi klerkum sem náttúrulega kannski höfnuðu hjónabandinu líka sko en samt sem áður náttúrulega hún býr til einhvers konar svona útópíu þar sem að borg sem bara með konum sem að vinna alls konar störf og það er náttúrulega bara friður og farsæld. Já, það er friður og farsæld og þetta kemur fram hjá fleiri konum síðar þarna á 17. og 18. öldinni. Það er ein frá Feneyjum Moderata Fonte sem skrifar rit sem heitir Verleikar kvenna og þar sem að það er einhver svona ímynduð útgáfa af Feneyjum þar sem konur eru ekki þvingaðar í hjónaband og geta svona verið svolítið í friði og þetta eru svona samræða þannig að það eru svona 7 konur að tala saman og ein þeirra er ekkja og talar að hún myndi fyrir drekja sér en giftast aftur og ein er einhleyp og talar hvað það sé nú gott líf og það eru fleiri svona kvenna, Sarah Scott Millennium Hall sem kemur út á 18. öldinni og var nokkuð svona þekkt skáldsaga sem lýsir svona einhverjum svona griðastað fyrir konur. Þetta er ríkjandi svona, ég veit ekki hvort að mig kalli þetta svona goðsögn að maður heyrir þetta bara í umræðu bara dagsins að heimur verið betri ef að konuna fengja stjórna og allt þetta. Já, einmitt. Þannig þetta er sterk svona hugmynd. Já, einmitt. Með horfna mæðraveldi þar sem að allt var í lukkunarvelstandi. Já. Og ég er ekki að draga í efa það svo hafi verið, en þetta er goðsögn, sko. Já, það er það. En það er einhvern veginn það sem það er greinilega svona geta ekki séð það almennilega fyrir sér að svona hinn besta mögulega líf eða að það innihaldi kalla, að það þarf bara að útiloka það. Ég myndist á Malcolm X áðan út af nafninu en við getum tekið hann núna inn í þetta og þá var það niðurstaðan svo að þessi kynþættir gætu ekki lifað í sameiginlega og eru aðskilnað. Þannig að það er svona aðskilnaðarstefna. Það er svona aðskilnaðarstefna og hún hefur náttúrulega komið eins og bara maður hugsar sko svona það sem svona lesbíska aðskilnaðarstefnu á 8. áratugnum eða eitthvað svoleiðis sem að sem að byggir á svona kvenna því minna sem er á karlmönnum í okkar lífi því betra í lífi okkar. Karlinn er eitur fyrir konuna sem er nú kannski það er ekki lausu lofti gripið. Já, það er náttúrulega ef að það er upplifa sko karlinn sem kúara sinn og og hvort sem það er bara að þær sko hafa ekki almennilegt vald eða svo eru margar eflaust sko hafa kannski verið beittar ofbeldi eða þekkja konur sem hafa verið það og þannig að það er og líka bara ekki verið séðar það skiptir einhver máli hvað þeir segja eða hvað þeir finnst af því þeir eru bara markleysa. Það eru upplifa bara virðingarleysi og svona
hunsun eða eitthvað þaðan að verra sko. Og þannig að það er kannski ekkert skrítið að það sé sett fram svona sem bara lausnin. Þetta er ekki skrítið í dag en líklega verið enn síður skrítið á þessu tíma sem að Einmitt, og ég hugsa það að sko hvað sem við segjum stöðu kvenna í dag eða kjör kvenna á svona í okkar umhverfi að þá voru þau nú síst betri á þessum tíma. En þessar hugmyndir sem að þessar konur eru að varpa fram og kasta á milli sín, margt af þeim er til í dag þá? Einmitt. En hjónabandið hefur lifað? Hjónabandið hefur lifað og það en á svolítið skringilegan hátt og það er ekki eins varanlegt og það var á þessu tíma líklega, eða hvað? Einmitt, það er náttúrulega þessi svona kannski réttur sem að við svona kannski teljum mikilvæga núna eins og rétturinn til skilnaðar og sem að það var náttúrulega eins og ég sagði að kannski mismunandi reglur í mismunandi löndum en víðast hvar var það kannski ekkert í boði og sérstaklega ekki fyrir konur. Það var þá frekar að kallar hefðu einhverja leið til þess að það voru einhverjar svona það var talað á tímabili í Englandi einhverja svona eiginkvenna sölur eða þú vildu losna við konuna sína, hvað þau selt hana, eitthvað svoleiðis. En það er náttúrulega kannski eitthvað sem er náttúrulega í rauninni mjög mikilvægur réttur, í rauninni bara hvað sem við erum að gera, að það sé möguleiki að komast út og fara að gera eitthvað annað. Ég meina við myndum heldur ekki vilja vera í starfi þar sem okkur væri bókstaflega bannað að segja upp Það er eins og í dag er það líklega þá eru aftur komin í svona stéttamun þar sem eru efnaminni konur sem eru kannski fastar í hjónabandi vegna þess að það er bara efnarslega ómögulegt að sjá fyrir sér og börnum sínum eftir skilnað. Einmitt og þannig að konur náttúrulega nú á dögum geta vissulega verið fastar í hjónabandi eða sambandi af svona efnahags ástæðum og þetta er nokkuð sem til dæmis eins og hún Mary Wollstonecraft sem að var hún er uppi þarna á svona seinni helmingi 18. aldar og var svona meðal annars mjög áhugasöm frönsku byltinguna, hún er ensk en hún fór svo til Frakklands eftir frönsku byltinguna til þess að kynna sér það sem hafði átt sér stað þar og svona og var mjög áhugasöm þetta allt saman en hún talar mikið mikilvægi þess að konur geti séð fyrir sér sjálfar og að það sé alveg bara svona grundvallar atriði að þær geti séð fyrir sjálfum sér og börnum sínum. Öðru sér verða þær ekki frjálsar. Já. Er það reitt með hjónabandi okkar dögum sem því að við getum, eins og við erum að horfa á þangað, þá erum við að horfa á hjónabandi sem karl og konu og sömuleyti form, þær eru að gagnrýna hjónabandi sem bara form á kúgun karla á konum. En nú erum við með hjónabandi samkynhneigðra. Já. Og það er nú einhverjir úr hópi samkynhneigðra sem hafa nú verið að undra sig á því okkur við að berjast fyrir því að fá að giftast því að við vorum raunverulega vildum losna við þetta. Við vildum þetta átt að vera tilheyrða hinum heiminum. En þannig að jafnvel það er svona viðurkenning á samvistum fólks af sama kyni og að það hefur ekki fellt hjónabandið. Nei, einmitt. Það heldur frekar styrta og það er orðið svo eftir svona vert að jafnvel fólk af sama kyni sækist eftir í að ganga inn í þetta kúgunarkerfi kalla á kvenna. Einmitt og náttúrulega eins og þú segir það hafa náttúrulega alveg það hefur náttúrulega kannski ekkert verið einhugur það
heldur á meðal. Samt eru gagnrýnisraddirnar frekar, finnst mér svona, þær eru svona ögrandi, þær eru svona, tónnin í þeim ekta svona minnihluta afstaða, svona, hún er ögrandi og potandi og þannig að virðist vera sko megin hluti hreyfingarinnar hafi tekið þátt í því að stefna því að við viljum fá að giftast líka og vera í hjónabandi. Já, ég held að það sé alveg rétt og það er náttúrulega með, ég veit ekki, kannski hjónabandi eins og svona ýmislegt annað, það er stundum svona spurning sko, eigum við að reyna að breyta hlutunum innanfrá eða eigum að hafna þeim og það virðist hafa orðið ofan á að reyna þá frekar að breyta þessari stofnun innanfrá að halda stofnuninni en breyta svona eitthvað fyrirkomulaginu á henni en við sjáum þetta auðvitað líka í bara svona sko giftingar hefðum enn í dag eins og þar sem faðirinn leiðir dóttur sína inn kirkjugólfið og afhendir brúðgumannum hana sem að er auðvitað vísun í þetta gamla þó að fólk sem tekur þátt í þessum hefðum í dag myndi aldrei sko segja að það væri bókstaflega þetta sem það væri að gera eða þau myndu nokkuð tíma að vilja það. En þessar tákmyndir eru þarna? Já, þessar tákmyndir eru þarna svo sannarlega, hvítir brúðakjólar og sem til merki sem hreinleika brúðarinnar og þannig að fólk virðist svona upplifa þessar svona gömlu hefðir sem eitthvað rómantískt og sem að einhvern veginn þykir vænt Og einhver leyti er þetta líka menningaráhrif, það er nú eitthvað svona svipur af brúðkaupum í dag sem að minni meira á ameríska bíómyndir heldur en einhvern veginn hvernig ég man að brúðkaupu voru þegar ég var barn og unglingur sko. Já, vissulega. Já, ég held að þetta fór þetta ekki að breytast svolítið hérna á Íslandi kannski svona á svona 9. áratugnum, kannski eitthvað svoleiðis. 1990. Já, 9. og 10. áratugnum. Nýfrásíkunar. Já, og það fór að vera meira svona gert úr einhverjum brúðarkjólum og alls konar stórum veislum og alls konar svona í kringum þetta sko. En fyrir þann tíma að tímum rauðsokkana var svona meiri efasemdir hjónabandið og meðast að vera meiri umræða baráttu kynjanna inn á heimilunum svona í návíi á meðan að kannski síðustu svona þá hefur það verið tengt kynbundnu ofbeldi og svo svona stöðu á í samfélaginu. Já. En kannski komið svolítið aftur núna með þriðjuvaktinni og fjórðavaktin. Já, einmitt það sem ég var að hugsa. Það sem hefur verið að greina sko hjónabandið og ágalla þess og við ætlum bara að vinna bara í því að hér er svona þriðjavaktin, við erum að vinna í henni þar sem við erum að reyna að laga hjónabandið svona innanfrá. Einmitt. Hefur þú trúið því að verði gert þetta að laga þetta eða kannski er þetta bara eitthvað rugl þetta kerfi? Já, ég veit ekki, ég vona nú að það sé hægt að laga þetta og að fólki takist það bara sko, ég veit ekki, vegna allra þeirra sem eru í þessu kerfi og Í hjónabandum, það er ég held að þetta næstu að þetta tala um fyrirtæki sko, að af öllu fyrirtækjum sem eru stofnuð og þá eru meira helmingurinn farinn eftir 2 ár eða 5 ár og þú kannast þetta. Það er næstu þetta að segja sambarlegt með hjónaband þetta er leiðilegt að segja að maður megi það ekki sko, að þeir sem eru að giftast í dag að helmingurinn að þeim verður skilinn eftir 5 ár. Já, eftir 5 ár er það svo fljótt. Já, ég held það sko. 7 ár. Það fyrir eftir hvort að koma börn og svona inn í það. En það eru náttúrulega vissulega nokkuð há skilnaðartíðni og einmitt og það er svona ekki skynsamlegt að sko kannski að gifta sig án þess að gera ráð fyrir þeim möguleika að það eftir að skilja en ég veit svo sem ekki hvort það skiptir svo miklu máli í því sambandi eins og það sem við þekkjum á Íslandi í dag þar sem að ég meina það er allur gangur á því hvort og hvenær fólk giftir sig en það sko býr saman og eignast börn og á saman eignir og svona sem að
að náttúrulega svona flækir saman þeirra líf og það er ekkert einfaldara að skilja sko fyrir fólk sem er ekki gift, sem er bara skráð í sambúð og það getur jafnvel verið svona meira vesen að skipta eignunum og svoleiðis sko. Þannig að og eitt af því að við nefndum samkynið áðan, krafan óx mjög á tímum AIDS og þá snerist þetta erfðir. Erfðaréttin, einmitt, og það er einmitt svona nokkuð sem að er einmitt kannski það sem að svona, bara ef maður horfir á svona lagaumhverfið á Íslandi varðandi hjúskap núna þá er kannski svona stærsti munurinn á því að vera gift og að vera skráð í sambúð að það er erfðarétturinn sem að fylgir bara hjónabandinu og þannig að það má segja að hjónabandi sé náttúrulega í rauninni ennþá ákveðið svona ákveðin praktísk efnahagsleg stofnun og það er þessi samningur sem er kannski svona það mikilvægasta þegar fólk giftir sig að það er þessi gagnkvæmi erfðaréttur, ég meina annað. Það er stór samningur það sem að einhver kýs að taka þennan inn í erfðaréttin umfram mættina. Þetta er náttúrulega stór samningur. Einmitt og ég meina ég er sjálf þrígift og og þannig að ég get nú ekki sagt að ég hafi hafnað hjónabandinu nema ég hef reyndar hafnað í tvisvar eftir á en sko ég hef einhvern veginn litið svo á að þetta sé fyrst og fremst svona praktískt mál eins og til dæmis með erfðaréttin að það er ekkert vit í því að eiga íbúð með einhverjum og svona vera að rugla saman reitum sínum án þess að því fylgi til dæmis gagnkvæmur erfðaréttur þó að hafi nú sem betur fer ekki komið til þess ennþá að það hafi á hann reynt en af því að ég meina hvað fólk getur náttúrulega gert sín á milli alls konar bara munnlega samninga og alls konar rómantíska samninga og hitt og þetta sko sem að þurfa ekkert að staðfesta lagalega. Þeir ekki fer, þá halda þeir nú ekki alltaf. Nei, enda eins og þú sagðir með skilnaðartíðnina, hún er náttúrulega ansi há og þannig að sem að er nú kannski svona til merkis það að hjónaband er ekkert sko ég meina það greinilega þá þreytist fólk á því af ýmsum ástæðum náttúrulega en það er náttúrulega bara ýmislegt sem svona verður til þess að fólk vill ekki lengur verið í því sko. Kannski betra að gera eins og einhverja konunum sem varst að vitna í að byggja hjónabandið á vináttu frekar en svona ást að vináttan geti hjálpa fólki að fara yfir í ólík skeið ævinnar á meðan ástin er því miður stundum eins og hún er fallið þá getur hún verið rókjörn. Já, einmitt og það er náttúrulega kannski sérstaklega þessi en svo er náttúrulega til kannski ástin náttúrulega kannski birtist í ýmsum myndum sko en vissulega breytist náttúrulega bara eins og allir þekkja sem hafa verið í langtíma sambandi að svona þessi upphaflegi ástarbrími sem fólk upplifir þegar það er nýorðið ástfangið að það er náttúrulega ekki eitthvað sem að sko helst óbreytt í gegnum árin en það getur náttúrulega verið svona kannski alveg djúp ást sem tekur á sig bara aðra myndir. Það getur þróast í gegnum einhverju svona vináttu sem er kannski líkara því sem við myndum kalla kærleika eða eitthvað slíkt. Já, en það hlýtur náttúrulega að vera mjög neikvætt sko að vera í einmitt hjónabandi með einhverjum sem maður upplifir ekki sem vin sinn. Já, það er líkur. Það er svona skilur fólk líka. En af hverju fórst að skoða þetta? Sko ég fór að í rauninni kem ég inn í þetta, það má kannski segja svona á 2 áttum, annars vegar þá hef ég svona þó að ég er náttúrulega svo sem í minni svona mínum heimspekirannsóknum þá hef ég nú svona mest haldið mig við nútímann en
En ég hef samt alltaf haft svona svolítinn áhuga á nýöldinni líka og svona ákveðnum heimspekingum á þeim tíma. Það náttúrulega var svo svona mikil hugmyndagróska á þessum tíma. Það náttúrulega þessum tíma að svona fæðast alls konar hugmyndir líðræði og einstaklingsfrelsi og það bara heimsendir, það bara veröld að hverfa og nýja rís og enginn almennilega veit hver hún verður. Einmitt, og svona heilmikla samfélagsbreytingar sem náttúrulega hafa skilað sér í hugmyndabreytingum líka og ég til dæmis hef haft mikinn áhuga á Mary Wollstonecraft sem þarna frá seinni hluta 18. aldar og hef svona talsvert skoðað hennar verk. En svo hef ég líka verið kannski ekki svo mikið lengur. Ég var á tímabili heilmikið að rannsaka heimspeki peninga og svona bæði svona frá því sjónarhorni hvað peningar væru, svona frumspeki spurningar, hvað eru peningar, en líka svona út í bara ýmislegt varðandi hvernig við notum það og hvernig við dreifum þeim og ójöfnuð og ýmislegt svoleiðis. Og það var nú kannski svona, þetta tvennt gerði það verkum að ég var beðin að skrifa kafla fyrir safnrit sem heitir, kom út núna í sumar, sem heitir The Palgrave Handbook of Philosophy and Money, sem farið í gegnum í rauninni bara heimspekisöguna frá fornöld og þetta sem sagt alveg heilmikið verk í 2 bindum og ég var beðin að skrifa kafla svona konur og peninga á þessu tímabili fyrir hluta nýaldar og ég reyndar sá nú heilmikið eftir á tímabili að hafa tekið þetta að mér af því eins og ég segi, ég nú kannski ekki sérfræðingur í heimspeki fyrir alda, ég náttúrulega mest í nútímanum en svona mín niðurstaða varð að það sem væri áhugaverðast að skoða, það væri svona ýmislegt í kringum hjónabandið. Og þessi deigla kvenna það að endurmeta þá stofnun eða hafninni. Þannig að ég svona lagðist í heilmikið grúsk, heilmiklar svona las einhver ósköp af verkum kvenna frá þessum tíma og þannig að ég læriði nú endanum heilmikið á þessu þó að ég hafi svona tímabilið dálítið svona fundist að ég hafi komið mér út í eitthvað séð þetta hafna en þannig að mjög hollt sagt að maður eigi alltaf að vera á þeim slóðum sem að maður eiginlega efins að maður sé á réttu stað. Já, einmitt, en þannig að þetta var mjög svona gaman en þetta var svona það sem ýtti mér út í þetta Herðu, þú ætlar að vera með fyrirlestur á morgun kl. 16 í Árnagarði, stofu 303. Það passar. Fólk vill heyra skoðanir kvenna fyrir 250-300 árum á hjónabandinu. Þá hvetjum við þau til þess að koma við hjá þér þar. Kl. 16 á morgun, 5. daginn, stofu 303 í Árnagarði. Eyja, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. En við setjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín kominn góður gestur, alla leið frá París. Það hann Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og sem hérna á Íslandi í stuttu stoppi og mjög svona heppilegt að skildi verið til í að koma bara í örstutt spjall kannski svona helst, það er svo margt sem mann langar til þess að ræða við þig alltaf eiginlega, væri mjög gott að ræða við þig reglulega og við höfum nú reynt það hérna á Rauðaborðinu en sem sagt áhuga svið þitt og raunverulega sérfræði svið nær yfir mörg svið. Má kannski segja það, já. Og þín reynsla þannig að þú varst blaðamaður 1968 fyrir Þjóðviljan í París
og hefur verið kennari í Svartaskóla eða Sorbonne í París, varst það í mörg ár, ert enn með skrifstofu bara í 5. latínukverfinu, er það ekki? Jú. Og þannig að það væri náttúrulega bara mjög gaman að heyra svona almennt þitt líf og hvað þú ert að spökulera, en við eiginlega ræddum að byrja á París svona. Hvernig er staðan í Frakklandi eða París, hvernig þú upplifir það eftir kosningarnar? Já, ég veit það nú ekki vel því vegna þess að áðurinn Ólympíuleikarnir hófust, þá flúði ég borgina eins og mjög margir Parísarbúar. Það var mikill flótti, ég fór eins langt eins og ég komst frá París, suður til Suður-Frakklands. Og þar var ég meðan Ólympíuleikarnir stóðu yfir, sko. Og ég held að það veri mjög margir Parísarbúar. París hafa eiginlega nánast í tæmst, sko. En það var erfitt líf í borgin á þeim tíma. Margar neðanjarðarlestarstöðvar voru lokaðar einhverjum ástæðum og það voru hömlur á því hvert fólk geti farið nema ástæð sína einhver skírteini, Guð má vita hvað. En ég held að margir hafi verið afskaplega ánægðir með að komast burtu og þar var ég og ég kom aðeins til Parísar eftir að ég var þarna suður frá, var eiginlega bara 2 daga áður en kom hingað til Íslands. Og var borgin svona nokkurn veginn óskemmt? Já, hún var óskemmt nema þá voru ennþá neðanjarðarstöðvar sem voru lokaðar, þannig að það var ekki alltaf auðvelt að komast á milli. Þú ferð svona allra þína ferða er það ekki á annarkvort fótgangandi eða í metróinu? Jú, ég notaði engan bíl. En aldrei í París, þú voru aldrei verið í París? Nei. En neðanjarðarkerfið, ertu hrifnari því heldur en sem sagt strætóðan? Já, vegna þess að neðanjarðarkerfið er alltaf örugt. Strætisvagnar þurfa kannski að bíða endalaust í einhver umferðateppu, en neðanjarðarkerfið er mjög gott. En ástandi fyrir Suður-Frakklandi, var ekki eiginlega Suður-Frakkland eftir fyrri umferðkosningana, þá var eitthvað svona lituð kort sýnd hérna í Mondinum og Liberation, þar sem var eiginlega sýnd hvar væru svona mesta vígi fasistana og það virtist verið í Suður-Frakklandi. Síðan kom í seinni umferðinni, þá kom annað kort hvar voru helsta vígi vinstri manna og það var líka í Suður-Frakklandi. Já, það voru fer eftir héröðum, sko. Þegar Frakkar töpuðu alls í stríðinu og frönskumælandi alls búar sneru til Frakklands, þá settust þeir mjög mikið að í Suður-Frakklandi. Því það var svona loftslagið líkast því sem þeir voru vanir. Og þess vegna hefur mikið verið að mönnum ist til hægri þar og flokkar ist til hægri hafa fengið þar býr í seglin. Er það að meina þá, flokkar ist til hægri sem viðbragð við þessum raunverulega nýbúum eða þessum innflytjum? Já, það er náttúrulega, þetta voru náttúrulega menn sem að hötuðu allsýrbúa, hötuðu araba mikið. Já, og það hefur verið nú vandamál, er það ekki í Frakklandi, svona allsýr vandin er. Jú, það hefur þetta náttúrulega, þetta nýlenda ævintýri Frakka, allsýr hefur dreigið mikinn dilko eftir sér og eitrað raunverulega þjóðlífið allar götur síðan á tímum allsýrstríðsins. Já. Og svona mjög svört saga eiginlega fyrir Frakka. Það er mjög vond saga, sko, það voru svo margir sem að tóku því illa að Frakkar skildu gefa allsýr sjálfstæði, sko. Þeir sáu það ekki að stríðið var algjörlega tapað, það var alveg vonlaust fyrir Frakkar að halda í allsýr. Og þeir hafa aldrei vilja horfast í augu við þá staðreynd. Nei, þeir eru svona, Frakkar eru herraþjóð, er það ekki? Já, þeir voru stórveldi, mjög mikið þáttu risastórt nýlenduveldi, sem þeir náttúrulega mistu. Þeir vildu lengi vel halda í þessa nýlendur. Þess vegna þvældust þeir út í tvær nýlendustyrjaldir sem voru mjög til íls, sko. Fyrst var nýlendustyrjöld í Indókína, franska Indókína, og þeir reyndu að halda þetta eftir bestu getu og berja hausnum við steinin. Svo töpuðu þeir því og reyndust þeir að gera franska Indókína sjálfstætt. Það skipti þá í fleiri en eitt ríki. Og leið og þetta stríð var búið í Indókína, þá byrjaði annað stríð í allsýr og sem var ennþá verra.
En núna eru frakkar náttúrulega þáttakendur í nokkrum stríðum líklega með vopnastuðningi og... Já, ekki svona billir, þeir sjálfur eru ekki... Nei, þeir styðja Ísraelsmenn svona meira og minna og styðja náttúrulega Úkraínum, en það gera þeir. En þeir taka ekki þátt í neinni styrjöld. En hvernig finnst þér svona þessi gamla herraþjóð sem á svolítið erfitt með að viðurkenna, hún er ekki lengur þetta nýlenduveldi og hefur þurft að sætta sig við svona nýja stöðu finnst þér það eitthvað tengjast þessu furðulegur stöðu þarna sem myndaðist núna fyrir kosningarnar? Óbeint náttúrulega, má segja það. Þegar meðan frakkar áttu í þessu nýlendu stríðum, það voru tíma fjórða lýðveldis sem kallað að þá var stjórnin næstu því máttlaus. Það var endalausar stjórnarkreppur og alltaf verða skipt ríkisstjórn og stjórnmálamenn þeir virtust ekki vita neitt í sín haus bara hvað þetta að gera og þess vegna héldu þeir reyndu sem lengst að halda í þá tál sín þær geti haldið þessu nýlendum. Náttúrulega tókst þeir nú að binda enda á Indókínastríði en alls í stríði var fjórða lýðveldinu var banamenn fjórða lýðveldisins. Þannig að þá tók de Gaulle til valda, komst hann til valda og samti nýja stjórnarskrá þar sem aðalatrið var að koma í veg fyrir þetta máttleysi fjórðalýðveldisins. Það var að koma stöður í stjórn og þá sett hann á fót þetta sterka forsetaembætti. Forseti fjórðalýðveldis var svona álíka valda mikill eins og forseti Íslands. En hann verður þá forsetin verður þá aðal valdhafi lýðveldisins. En stjórnarskráin gekk eiginlega út frá því að forsetin hefði ævinlega meiri hlut á þingi. Þannig að það var eins og menn sögðu það var ekkert engar reglur það hvað þetta gerast ef að forseti og þingmeirihluti var að tveimur ólíkum öflum, stjórnmálaöflum. Og það ekki staðan eins og hún í dag? Nei, já, þetta hefur gerst oftar en einu sinni. En hingað til hefur það aldrei orðið til neins meins að segja að forseti úr einum flokki og forsætisráðherra úr öðru voru oft svona meir og minna sammála aðalatrið og ef þeir voru það ekki þá voru þeir sammála valdaskiptinguna. Þannig þegar þetta hefur aldrei valdið neinum erfiðleikum. Nú vandinn sá að það engin þingmeirihluti. Forsetinn annars vegar og rúin allri æru og það engin þingmeirihluti. Staðan fullkomlega patt. Nú, já. Og og þetta náttúrulega afleiðing af því stjórnarskráni sem segir ekki hvernig að gera þetta og hvernig að ráða fram úr þessu vandamáli og þannig að það virðist ekki, nú virðist engin lausn vera fyrir hendi, alls engin, eins og máli stendur í dag. Okay, en hvernig getur aðeins sagt okkur og hlustendum og áhorfendum frá þessum forseta sem rúin allri æru, það Macron, væntanlega, og af hverju hann rúin? Það mjög mikil óánægja með stjórnarstefnu Macrons sem náttúrulega efnafræðilega hrein frjálshyggja og þetta kom birtist í þessum Evrópukosningum. Þá fóru Macronistar biðu þeir afhroð og svo ekki gott að sjá hvað gerðist í kolli Macrons þegar hann gerði þessa furðulega ákvörðu sem enginn hefur skilið að rjúfa þing og efna til nýrra kosningar. Enginn botnar neitt í því og allum bæði stuðningsmönnum hans og andstæðingum fannst þetta yfirmáta fáránlegt. En það ein skýring til og hún sú að Macron hafi reiknað svo út að vinstri menn gætu aldrei sameinast. Þeir myndu fara fram klofnir til þessara kosninga og sérstaklega vegna þess að það var svo lítið tími til stefnu. Og þá myndi hann
verða eini varnargarðurinn gegn henni skelfilegu Marine Le Pen. Hann búinn að ná kosningu á þessum forsendum og hann hélt að hann gæti leikið þennan leik enn einu sinni. En svo gerðist það sem hann hafði virðist alls ekki hafa reiknað með, að vinstri menn sameinuðust kosningabandala og stefnuskrá og þess vegna náttúrulega unnu þeir stórsögur, það var hann sem tapaði, sko. Það voru menn til hægri og svo vinstri bandalagið sem unnu sigur. Sem hann var búinn að eiginlega dæma sig öfga vinstri menn. Hann var búinn að dæma sig sjálfur úr leik. Já. Og það sem menn segja fyrst og fremst það komin pattstaða og Macron algjörlega ábyrgur fyrir henni. Þetta alveg hans sök, hans mistök. Og þá náttúrulega hvað til bragðs að taka, það eru 3 fylkingar sem svo má segja, það annars alltaf þessi flokkur Marine Le Pen, til hægri, svo eru það miðflokkamenn ýmsir og þar og meðal eru það Macron, fylgismenn Macrons, það eru 3 flokkar sem að styðja hann, svo eru það republikanar sem yngstur á milli Macronista og Marine Le Pen en myndu þó kannski geta stutt Macron og svo er það vinstrabandalag og enginn hefur meirihluta. Þetta vinstra bandalag nú kannski sennilega fjölmennast á þingi en vinstri menn hafa alls engan meirihluta. Nú af því að þeir munnu mestan sigur og sem sagt eru fjölmennastar á þingi, þá fannst þeim að forsetan væri nauðbeygður til að skipa forsætisráðherra úr þeirra hópi og þeir hafa með sér nefnt forsætisráðherra efni sem kona nafni Lucy Casti og þeir vilja kannski ekki horfast í augu við það, þeir hafa ekki meirihluta og Macron getur náttúrulega, hann hafnaði algjörlega þessari Lucy Casti sem forsætisráðherra á þeim forsetu sem náttúrulega sennilega réttar að hún ef hún myndaði stjórn myndi hún falla innan fyrir 48 klukkutíma. En það engin til sem myndi ekki falla á sama tíma. En þannig að Macron heldur áfram að vera með þessa svona ótta strategíu, þar að segja hann að reyna að ná fylgi ekki út á eigin veruleika heldur vegna þess að það búið að hræða fólk svo óbúðslega með því að pennistarnir komist að og svo reynir það núna líka, hann hafnar þessum kandidat á þeim forsendum að það muni ekki ganga. Já, og svo það annað, hann reynir að kljúfa vinstri menn og tekst það kannski einhver leiti, annars eru það flokksmenn Mélenchons sem einhvern veginn orðin gríla í franskum stjórnmálum. Menn hata hann, allir nema hans eigin flokksmenn. Og svo það annars þessi fylgismenn Mélenchons í flokksmenn hans og svo það hinni vinstri menn, það sósíalistar, kommunistar og vistverndarmenn sem eru oft samferða. Og Macron var búinn að segja það að hann myndi aldrei nefna stjórn sem að fylgismenn Mélenchons ættu sæti í. Þá greip Mélenchon út á því að þeir myndu kannski geta stutt vinstri stjórn þótt þeir ættu ekki aðild að henni. Og þá var nú Macron í klípu en hann sneri sig úr því að það væri ekki hægt að mynda vinstri stjórn því hún verið felld innan við 48 tíma. Og hvaða stjórn, og hver forsætisráðherra þá? Sko, nú það þannig skelfilega vond staða, sko. Eftir kosningarnar, þá sagði stjórnin af sér. Eins og henni bara að gera raunverulega. Og þá gerði Macron það sem honum bara líka að gera, að skipa stjórninni að sitja áfram til að leysa þau mál bara sem að koma upp. Það sé ráða fram á einhvern snöggum vanda, en hún hefur umboð til þess, en hún einhverjum ekki nein umboð til að gera meira. Þannig að hún búin að sitja í held ég 40 daga og það alveg það hefur aldrei gert áður. Stjórn sem búin að segja af sér setja áfram í 40 daga. Og nú það svo að
framundan eru verkefni sem að þessi stjórn hefur ekki umboð til að leysa, það er fjárlögin. Og það ýmislega svo að hún eiginlega búin að vissulítið búin að fara út fyrir sitt valdsvið. Og það er náttúrulega ekki gott, því að hún er sko, ráðherrarnir eru ekki raunverulegi ráðherrar, þeir eru bara til þetta að ráða fram úr einhverjum málum sem uppkunni að koma. Þetta er ótrúlega svona leikrit. Þetta hefur aldrei áður gerst í Frakklandi, en það eru dæmi til svona í Belgíu og svoleiðis held ég að stjórnir sitji áfram þóttu sé búin að missa allan meiri hluta. En þá eru sem sagt uppi áform að mynda nýja stjórn. Já, það er alltaf beðið eftir í hann nú sko, samkvæmt stjórnarskránni þá á Macron að útnefna forsætisráðherra. Það er hans hlutverk. Og hann, þegar sko vinstri menn mæltu með þessari lýsi í kasti sem forsætisráðherraefni, þá sögðu menn að þeir var raunverulega að fara út fyrir sitt hlutverk því að forsetin hefði einn vald til að útnefna forsætisráðherra. En hann hefur ekki gert og það bendir ekki til þess að það sé á vændum. Og hefur hann engan, samkvæmt stjórnarskráni, er engin frestur? Nei, það er engin frestur, en í raun og veru sem menn segja það er sá frestur að hann verði að útnefna nýjan forsætisráðherra og mynda nýja ríkisstjórn þegar að fjárlög koma til umræðu. Stjórnin hafi alls ekki umboð til þess að skipta sér af þeim. En finnst þér menn vera svona ósáttir eða fólk ósátt við þetta í Frakklandi og er mikil umræða eða er Já, en það er alltaf þetta umræðan gengur í hring því það er engin lausn í sjónmáli, menn geta ekki séð nokkra minnstu lausn. En er einhver svona ólga, myndur þú segja, væri einhver von til þess að franska byltingin taki sig upp? Nei, það er nú búið að boða einhverja mótmæla aðgerðir en ég veit ekki hvað verður úr þeim. Sko, vinstri menn virðast ekki vera sammála efna til mótmæla aðgerða. Sumum finnst að nú sé ekki nein stund til þess. En er þessi sameinaða vinstri hreyfing sem hvað hétur nú vel... Já, Front Populi, nýja alþýðufylkingin. Já, nýja alþýðufylkingin. Já. Og sem heitir í höfuðið á gamlu svona andspyrnu. Nei, hún heitir í höfuðið á alþýðufylkingunni var 1936 já. sem hefur stór stund í sögu franskra stjórnmála. Sko. Þá gerðu vinstri menn kosningabandala og unnu kosningasigur. Og þá er það aldrei svipað, sko, kommunistar studdu stjórnina en tóku ekki sæti í henni. Og eins og meðan svona stundið upp á núna, þeir styðji stjórnina án þess að eiga sæti í henni. En þeir gerðu meiri háttar umbætur, þessi alþýðufylking 1936. Og það er svona almennt viðurkennt? Sko það segja að hægri menn bara hötuðu hana alveg. Það var til dæmis þessi alþýðufylking sem að koma á launuðum fríum. Þetta var mjög mikið framfararspor en hún stóð ekki mjög lengi sko. En eftir kosningarnar, eftir að raunverulega vinstri hreyfingin kemur öllum á óvart með því að sameinast á svona stuttum tíma og má ekki segja einhvers konar sigri þótt að ná ekki meirihluta þá samt sigri en er hún ennþá svona sameinuð finnst þér? Nei, ég er afskaplega hræddur að hún fari að koma upp einhver klofningur sko. Það er að segja að klofningunum sáttúrulega Mélenchon er mjög óvinsæll meðal annarra vinstri manna sko. Hann er eins konar gríla og hann er í raun og veru orðinn dragbítur á vinstri menn. En er það ekki ósekju einhverju leyti þar að segja? Nei, heiðarlega vinstri maður? Jú, en hann stefnir í næstu forsetakosningar. Hann meira sama hvað gerist fram að því. Sko. Hann vil vera í sem bestri stöðu þegar næst verða forsetakosningar. Og það er, hann setur ílega sko, persónuleg stefnu. Hann fylgir persónulegri stefnu. Það er nú svolítið megin svona, er það ekki núna í stjórnmálum ofta? Jú, það er það. Eru kannski þetta gamla góða að byggja upp hreyfinguna innan frá í grassrótinni, það hefur kannski, eru bara orðið tóm eða hvað? Nei, það er nú ekki, sko, ég held að umhverfissinnar reyni það.
svoleiðis. En það er svona klofningslínur innan vinstri manna og svo persónulegar deilur, sko. En hvernig stendur á því svona að vinstri mönnum tekst ekki að standa saman eins og til dæmis gegn nýfrjálshyggjunni? Nú þú mikið skrifað nýfrjálshyggjuna og sett það svona konsept svolítið á kortið? Já, sko, þetta er svolítið merkilegt að það á síðustu áratugum hefur orðið ein stór bylting, stór breyting, en það er svo að menn átti sig ekki á því, og það er bylting nýfrjálshyggjunnar og sem sé að í raun og veru ætti hún að skipa sama sess í sögun eins og stórstyrjöld eitthvað svoleiðis, en menn einblína á einstök atriði, sko, átti sig ekki á því þetta var bylting yfir alla línuna, gjörsamleg umskipti, sko. Og það að gera er ekki að breyta einu atriði öðru, heldur ganga á hólm við þessa frjálshyggju heild. Og er enginn af þessum vinstri flokkum sem að... Þeir sitja málið ekki svona upp í heild, en sem sagt þarna að menn er alltaf sammála það þegar vinstri menn að það þurfi að vinna bug á þessari frjálshyggjustefnu Macrons, sko, bara hans stefna er hrein frjálshyggja. Það er að segja til dæmis sífelldar einkavæðingar og halda því áfram þótt þessar einkavæðingar séu reynist bara vera til ills eins. Og til stórs tjóns fyrir þarna almenning. Til dæmis einkavæðingar á hraðbrautum að þarna menn segja að þegar þessar hraðbrautir voru einkavæddar þá hafi ríkisvaldið samið illa af sér, þetta sé alveg hörmuleg aðgerð, en menn áttu að segja auðvitað var það tilgangur var sá að afhenda auðkýfingum ríkisegnir fyrir nánast ekki neitt fyrir slík en þetta hefur gefist alveg hryllilega illa og auk þess hefur þetta svift ríkinu miklum tekjum svift ríkið miklum tekjum og þarna, en það var bara búið svo rækilega hnútana að það er verið svo að sé ekki hægt lögfræðilega séð að gála þetta ganga tilbaka. Já, nú hafa verið skrifaðar skýrslur einmitt sko, niðurstöður af einkavæðingu í OECD-löndunum. Ég man ég las einhvern mann svoleið skýrslu þess að mér afdráttarlaust niðurstöða að það hefur sko ekki reynst vel á neinum eiginlega, sko, neinum, ekki í orkumálum, ekki í samgöngumálum, ekki í heilbrigðismálum, ekki í menntamálum, en ég kannski gleymi einhverjum flokki, en allavega kom það bara í ljós, sko, að það hefði ekki skilað neinu, en það er eitthvað það var svona tilraun til að sjá þetta í heild, en það hefur ekki verið eitthvað talað þetta sem heildrænt. Menn hafa kannski ekki skoðað nægilega mikið í heild, en það hefur alveg sýnt sig að þetta er til ills eins og svo hefur kemur líka í ljós að það er verið að halda áfram á þessari braut, sko. Nú er verið að einkavæða járnbrautarkerfið í áföngum og það verður alveg skelfilegt því að eins og menn segja kjarni málsins núna þegar að berjast gegn loftslagsbreytingu það er að efla almenningssamgöngu sem allra mest og þegar að vera einkavæða þetta járnbrautarkerfið þá gengur það í þveröfuga átt, sko. Þannig og svo náttúrulega talað það að það sé reynt að einkavæða heilbrigðiskerfið, það er í ólestri í Frakklandi eins og ég held að það sé hér og þetta virðist vera bara til að stefna að því að efla einhver lúxussjúkrahús fyrir auðkýfinga og hafa hitt eiginlega bara alveg í ólestri. En sem sagt andsvarið við nýfrjálshyggjunni er ekki svolítið andsvarinu eða andsbyrnunni vandi á höndum að því að það er ennþá verið að vísa í Sovétríkin og það hversu illa það gafst að hafa þetta ríkisvætt. Það er að segja með alræðisríkjum, sko. Það er nú ekki eins mikið að Sovétríkin er ekki á mikið á dagskrá. Það er aðalega Venezuela. Já. Það er Grýland í bilið, sko. Og það segja að sko, þetta einn dragbítur á Mélenchon
sá að hann var dálítið hallur undir Maduro, hann í Venezuela. Hann neitaði að horfast í augu þarna við raunveruleikan. Og þetta hefur eitt af því sem hann hefur verið gagnrýndur fyrir mjög. Getur þú sagt okkur aðeins svona, upplýst okkur örstutt hver staðan í Venezuela? Það veit ég ekki, nema hún samkvæmt öllum fréttum hún mjög vond. En ég veit ekki mikið fylgst með henni. Það segja allir að þetta sé veiriháttar vandamál og mjög illt. En þannig að þegar einhver andspyrna gegn sem sagt eða andspyrna gegn þessari nýfrjálshyggju þá vitnað ferli að þá vitnað í einmitt það sem að illa fór í náttina og hefur einhvern veginn hefur engum tekist af þessum vinstriflokkum að búa til einhverja svona eins og heildstæða framtíðarsýn eða einhverja stefnu? Þá strax komið með það þetta muni leiða til hennar skelfilegust og ófara. Að þarna atvinnurekendur nú að rísa upp og þeir slýsa því yfir að þessi stefnuskrá vinstrimanna muni leiða til algjörs hruns. En hvernig stendur þú hugsaður í umræðinni? Hvað vinstrimenn hafa tapað miklu? Að það sé alltaf hægt að svara þeirra framtíðarsýn og þeirra stefnum með þessu móti en geta þeir ekki svarað nýfrjálshyggju flokkunum? Af hverju ekki hlustað á þær? Ég veit ekki, þeir náttúrulega benda á mjög margt sem þeir að gera en þeir geta ekki, þeir hafa alls enga paradís til að vitna í lengur, það ekki til en og það virðist vera að sagða að ófarir frjálshyggjunar í öðrum löndum virðast, það náttúrulega nefnda í hvernig ástandið hefur orðið í England og Bandaríkjunum það fjarlægt það einhvern veginn fjarlægt, það náttúrulega bara samt ekkert fjarlægar en Venezuela en það eins og við tökum ekki mark á því eins mikið og heldur þú að sé að því að við höfum ekki að við ræðum ekki vandan. Nei, það náttúrulega ekki, menn ræði ekki vandan í heild og gera þetta upp í heild, menn mér finnst menn mæna of mikið á einstök atriði. Eins og til dæmis sjúkrasamlagið sér og eins og þetta sé ekki, menn þetta ekki í samræmi og það ekki fyrir utan heilbrigðiskerfið, þá líka skólakerfið í ólestri en eins og menn tengi þetta ekki saman. En þetta ekki líka því að það svona klofningur á milli einhver svona tæknilegs eða efnahagslegs, þar að segja það einhver svona sérfræðivæðing í því að hagfræðinga að segja þetta sé bara það alveg sama hvaða pólitíska stefnu þú ert með og draumsýn, að þetta hafi nú bara reynst praktiskast og fínt, þannig að það einhvern veginn, það stundum finnst mér eins og það sé bara að tala nýfrjálshyggjuna sem efnahagslegt en ekki sem þessar raunverulega hugmyndafræði. En náttúrulega kjarni málsins náttúrulega sá að þegar að frjálshyggjubyltingin varð, þá var alveg skipt hugmyndakerfi eða hugarfar fram að byltingu frjálshyggjunnar var lítið svo á að hlutverk stjórnarinnar væri að sjá velferð almennings og sjá til þess að til dæmis að þess að þjóðfélagskerfi, sjúkrasamlag og allt annað, það væri í góðu lagi. Frjálshyggjubyltingin, hún leiddi til þess að það var alveg kúvend. Hlutverk stjórnkerfisins var það að skapa góðan grundvöll fyrir einstaklingar gætu grætt. Að þá kom þá var alræði hominis ekonomíki sem segja að aðalatrið var að græða, það ekki lengur, hugsunni var ekki svo að lifa góðu mannlífi, hugsunni var svo að græða sem mesta peninga. Svo allt var undirlagt peningagræðki og það má taka sem dæmið spakmæli sem einn frjálshyggjupostuli innan lands hér léta vörum fljúga. Landslag væri lítils virði ef ekki var hægt að meta það til fjár. Þetta var, það segja að þetta var nýja hugarfarið. Áður lítu menn á landslag sem fegurð og ramma fyrir mannlífið. Nú var þetta bara þeirist allt peninga. Þessi kjarnir í frjálshyggjunni svo að það komin hrein peningahyggja í staðin fyrir öll önnur gildi.
Og þetta umverulega bara ennþá í gangi. Þér finnst ekkert vera að láta á þessu. Fylgistu með umræðinu, fylgistu svolítið með pólitíkinni hérna á Íslandi? Já, smá vegis, jú. Já, og hvernig finnst þér svona? Ég finnst þetta bara afskaplega svipað eins og erlendis, nema sko þeir miðlar sem ég fylgist með virðast mér miklu orðinni raunsæðir. Þeir farnir að sjá gegnum ástandi. Sko, menn átta sig á því kannski enn betur í Frakklandi að nú allt farið að snúast í kringum peninga. Men það mannhugsjónin gróðamaðurinn. Svo sem græðir mest. Og öll önnur gildi verða undan að láta. Og finnst þér sem sagt menn gera sig grein fyrir hérna á Íslandi? Já, mér finnst það betur heldur en í Frakklandi. Myndur þú segja kannski að væri hérna meira við rauðaborðið og samstöður eða líka almennt á Íslandi? Það bara held ég, eftir þeim meðlum, ég kíki á þessar snjáldru og þá sé ég þetta að afskaplega margir tala þetta. Það virðist vera nokkuð ríkjandi, en ég get náttúrulega ekki dæmt heildina. Ég bara hef svona sé bara hluta af því sem hér rætt. En hvernig finnst þér þá svona staða vinstri, hvernig finnst þér þá eiginlega, finnst þér vera svolítil von til þess að það verið undið ofan af þessari á Íslandi? Já, ég sé bara enga von til þess. Nú. Kjarni málsins á Íslandi svo að Sjálfstæðisflokkurinn lifir í þeirri trú að hann hafi sérstakt umboð Guðs til að stjórna landinu. Þar sem á kínversku myndum maður segja tjenming, umboð himinsins. Og það skiptir ekki máli hvort að flokkurinn sé 40% eða 12 eða 15%, hann hefur þetta sama umboð. Hann hefur rétt til að stjórna Íslandi. Þetta viðhorf ríkjandi í Sjálfstæðisflokknum, það ríkjandi, nokkurn veginn ríkjandi í Framsóknarflokknum og það hefur mikinn hljómgrunn innan annarra flokka. Og þannig að lögmát, sú stjórn ein lögmæt sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur forráð í og aðrir flokkar ekki lögmætir nema þeir í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Stjórnarandstaðan í raunum ekki lögmætt því hún á móti þessu umboði himinsins og sem sagt að þeir flokkar sem í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, þeir verða að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins í einu og öllu og jafnvel vera á undan framkvæma vilja Sjálfstæðisflokksins áður en formaðurinn búinn að segja búlúlala. En sem sagt að þetta höfum við afskaplega skýr dæmi núna fengið þetta og ég hef mjög hræddur það ef einhver vinstriflokkur kemur aftur næst í stjórn Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, miðflokknum og hvað má vita hvað, að þá verðum bara að framkvæma stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. En hvað myndir þú segja að vinstrihreyfingin ætti að gera? Já, náttúrulega, ef hún hefði bolmagn til þess, þá verður hún að snúa baki við þessari frjálshyggjustefnu og það eitt sem bara smá atriði að það þarf að gera einhverja menn til að gera úttekt á einkavæðingum og láta þar ganga tilbaka sem hafa reynst vera til ills eins og það eru afskaplega margar. Og það eitt sem þyrfti að gera held ég og allstaðar í Frakklandi líka það þyrfti láta einkavæðingar hraðbrautana ganga tilbaka og hætta við að einkavæða járnbrautakerfið. En það ekki þannig að nú ekki stundum þau rök að það sé erfitt að hætta miðri leið þá mun allt fara í hnút ef það ástæðulaust að bíða eftir þetta að allt fari til andskotans. Það þyrfti að stöðva þróunina áður það gerist. Og hérna á Íslandi væri það möguleiki núna, finnst þér að snúa? Ég veit það ekki. Til dæmis að breyta kvótakerfinu, afnema það í þeirri mynd sem það núna. Það eitt sem það þarf að gera og sömulegis svona einfaldar ráðstafanir. Til dæmis hvernig stendur á því að það verða að leyfa útlendingum að kaupa jarðir í stórum stíl á Íslandi. Það er náttúrulega auðkýfingum. Já, erlendum auðkýfingum. Það náttúrulega liggur augum uppi til hvers þeir gera það. Því þeir eru að reyna að finna sér einhverja stað til að flýja til þegar að hitastigið hækkar og loftslagið breytist. En svo náttúrulega líka yfirleitt stór fyrirtæki
svona auðhringir eru ofta að baki þessara manna þannig að það meit ekki hver að baki hver sko, það eru hreinlega einhver frægir auðgýfingar. Ég var einhver sem var búinn að kaupa upp jarðir í Vopnafirði og svo las ég grein þennan sama mann í Líberasjón þar sem var öll hans bellibröð og illvirki voru 1000 sem aldrei var talað á Íslandi held ég. Já, þau voru maður þurfti nú bara hérna að googla þann mann til þess að sjá hann var ekki með beitt hreinan skjöld. Nei, alls ekki. En það var eins og það var nú ekkert farið eftir því. Það eins og þeir voru að kaupa upp jarðir á Norður Svíþjóð til dæmis og á tímabili vildu þeir kaupa jarðir á Nýja-Sjálandi en stjórnin setti nú þeim stóli fyrir þetta. En svo það náttúrulega náttúru auðlindindar. Já, þeir vilja. Það eru fiskimiðin og kvótin en svo það líka núna bara það unnið að því öllum ráðum að engavæða orku auðlindirnar. Já, sko þetta ef á að berjast gegn frjálshyggjunni þá þarf að stöðva þetta bara sem allra fyrst og þetta náttúrulega að hleypa sko þessum fyrirtækjum sem með ferðamennsku á Íslandi sko algjörlega ábyrgðarlausum stefna mönnum í voða. Það er alveg furðulegt hvað menn hafa tekið miklum silki hönskum á þessu. Þetta á að stöðva samstundis. Og það er þetta alveg furðulegt að það eins og náttúrulega ofta gerist þegar menn að vilja verja hendur sína þá bara vita það ekki neitt. Allt í einu vita það ekki neitt. Þeir vita ekki það sem þeir eiga að vita. En hvernig finnst þér svona að koma til Íslands núna bara svona finnst þér vera minnir það eitthvað á þegar þú komst hingað í hruninu eða svoleiðis? Nei, ég er búin að vera hér of stutt til að geta nokkuð sagt það sko. En það segja svona sumir að það séu einhverjir svona... Já, ég tek eftir því að það er afskaplega mikið af krönum í Reykjavík og það hefur verið sagt að þegar að talan á krönum komi yfir ákveðið mark þá verði hrun. Þannig að nú, það er allstaðar einhverjir kranar að rísa upp. Þannig að það lofar ekki neinu góðu. Nei. Sko það segja þessir menn sem að hugsa bara peninga, sem gera það að aðal markmiði lífsins að verða ríkir og verða sem allra ríkastir, að þeir eru algjörlega ófærir að sjá eitthvað fram í framtíðina. Sko til dæmis þessi íslenskri ferðamennsku, þá er eins og menn haldi þetta muni bara halda áfram til eilífðar nóns, alltaf komi milljónir ferðamanna á hverju ári og það sé alltaf að halda áfram að græða og byggja hótel og hvað einn en þetta getur hrunið á einu vettvangi sko. Svona þróun helst aldrei mjög lengi. Þannig að það vantar svona heildarsýn. Það er margir að segja það núna, svona að reyna að krafsa eftir einhverju svona bitum til að búa til einhverju heildar. Menn hafa ekkert tímaskyn. En núna er þú kannski búin að vera líka kortleggja og reyna að ná svona einhvers konar heildarmynd á nýfrjálshyggjunni. Finnst þér að vera einn í liði svolítið eða gerir þér vonur að það... Ég veit það ekki, ég get ekki fylgst með því sko hvað. Mér finnst nú... Í fræðunum til dæmis í Frakklandi? Í fræðunum? Já, nei, ég er ekki tengdur neinu sem er að gerast þar núna. En mér sýnist það eftir því sem ég les Snjáldru að það sé nú ansi margir sem séu svipari skoðun og ég. Byrju, hver er Snjáldra aftur? Það er Facebook eða Facebook. Já, það er Facebook, já. Facebook. Já, þú fylgist svolítið með því gegnum hana. Já, ég fylgist dálítið með því. Svona, þannig að mér sýnist nú að það sé, ég sé menn les skoðanir manna sem eru mjög svipaður róli og ég. Já, þannig að þá er nú svona smá. Það er náttúrulega einhver von, sko. Að þetta, þegar að menn er farnir fara virkilega að átta sig á hlutunum. Og þú kallar þig vinstri mann og þú kallar þig ekki öfga vinstri mann. Nei, þetta hefur náttúrulega alls ekki enga merkingu lengur. Sko, til dæmis í Frakklandi er það svo að þegar menn eru umhverfisverndar sinnar, alvöru og gera sig grein fyrir hvernig ástandið er, þá eru þeir kallaður öfga umhverfi sinnar.
allar raunhæfar aðgerðir í loftslagsmálum eru kendar við einhverja öfga umhverfisvernd. Það er að segja, náttúrulega vandamáli í sambandi umhverfisvernd það að menn halda að það sé hægt að leysa vandan, en þó getur menn líka haldið áfram að lifa því lífi sem þeir hafa lifað hingað til. Sko. Haft jafnmarga bíla og farið í jafnmargar flugferðir og hvað eina og lifað samskonar neyslu, farið 3 ári til Tenerife eða eitthvað svoleiðis, menn átta sig ekki á því að ef á að fara að leysa vandamáli raunverulega, þá þurfa menn bara yfir höfuð að breyta lífstíð á Vesturlöndum. Já. Það er ekki hægt annað. Það er nú afneitun, eins og vorum að tala áðan að Frakkar kannski eru pínulítið afneitun yfir því að þeir eru ekki lengur þessi herra nýlendu þjóð, við erum ekki lengur, við höfum ekki alveg lengur leyfið til þess að hafa okkur svona eins og herrar jarðarinnar. Neyslu þjóðfélagið er komið út á blindgötu. En nú er nú tíminn okkar frá okkur horfinn, en mér langaði nú bara að spyrja hvort þú lesir alltaf gömlu, þú gafst út þýðingar á gamla miðaldabunkinum, er ekki frá 12. öld, Abelard, bréfaskipti Hans og Eloísu sem voru mjög ástfangin og hver er þetta nálgast þessa bók, veistu það? Bókasöfnunum? Það veit ég ekki. Þetta var ævisaga hans sem að þessi bókumiðaldasögu, það var þýðing fyrst á þessari svoköllu hrakfallasögu Abelards sjálfs og síðan á bréfum sem þeim Eloís fór á milli. Það reyndar ekki öllum bréfunum en úrvali úr þeim bréfum og svo skrifaði ég ritgerð þetta mál. Já, sem er birt líka. Það er ekki bara eftir málið eitthvað svoleiðis. Já, hann er mjög skemmtilegur. En ég veit ekkert það hvort að hún er enn fáanleg eða ekki. Nei, hún kannski er til á einhverjum góðum fornbókabúðum. Já, hún ætti að vera það. Og ætti náttúrulega að vera endurprentuð og hún ætti náttúrulega að vera endurprentuð. Já, ég veit ekkert og er til á nú eru einhver almenningssöfn ennþá til. Já. Og kannski rafbókasafninu. Já, ég veit það ekki. Og svo náttúrulega pólitísku bækurnar. Ég mæli mjög með þínar bækur. Já, ég veit ekki hvort að þær eru fáanlegar ekki. Ég fylgdi það ekki svo vel með því. Það verður útgefandinn að sjá sko. Bréf til Maríu, Örlagaborgin og 68. Mæ 68 frásögn hét sú bók. Já. Og þannig að ég veit ekkert hvar það er að finna. Það eru sennilega einhver staðar ef menn leita nógu vel. Og svo vitum við að þú ert að vinna annarri bók, þannig að það er mjög mikill spenningur fyrir aðdáendur hvenær hún kemur út. Það kemur kannski einhver tíman út Deo volente. Hvað þýðir það nú aftur? Ef Guð vill. Nú ef Guð vill, já. Er það svona eins og inshallah, já. Deo volente. Deo volente. Deo volente. Kendur þú ekki latínu? Nei, ég kendi íslensk fræði í Sorbonne, ég hef aldrei kent latínu. Nei, en þú kannt latínu? Var rafl, já. Já, Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og Parísarbúi. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og ræða svona ástandið að pattstöðuna í Frakklandi og kannski bara fá við að heyra í þér svona þegar þessi pattstaða leysist eða ekki. Ef hún leysist þá. Já, ef hún leysist þá. Og hvað gerist ef hún leysist ekki? Já. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Kæru hlustendur og áhorfendur, það er komið að lokum hjá okkur hérna á Samstöðinni í kvöld. Við höfum setið hérna við Rauðaborðið og farið yfir vítt svið og nú er ekkert annað eftir en að bara þakka ykkur fyrir, þakka tækni fólkinu okkar, Pétri Fjellsteð og Laufu Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda þennan þátt út til ykkar, áhorfenda og hlustenda og við þökkum ykkur kærlega fyrir að vera með okkur og gera þetta að samræði vettvangi okkar og við viljum líka benda á að þið getið stutt okkur enn frekar og stutt við bakið á svona sjálfstæðri róttækri samfélagsumræðu og fjölmiðlun með því að styrkja okkur með einhverju lítilræði eða eins og þið hafið efni á, það er samstöðin.is, þá er svona áskriftartæki þar sem hægt er að greiða og greiða svona styrktar eða áskriftargjald og líka að gerast sko
eigandi að þessum fjölmiðli. Því að það er svolítið annað að vera eigandi sko svona almenningseign, eins og hlutafélag almennings, það er, myndi ég segja, mjög svona gott fyrirbæri en svona hlutafélag stórfyrirtækja og gróðafyrirtækja, það er svolítið mikið annað og það er mikið í húfi að við styrkjum svona, tökum okkur saman og styðjum við þessa svona róttæku samræði hérna okkar og þá þakka ég bara fyrir kærlega í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist